Já, velkomin á skjáinn. Þetta miðvikudagskvöld, við erum mættir hérna aftur og við erum að fara að spila Fortnite í kvöld, 3 leiki, þetta er seinni umferðin af Duos. Og fyrir ykkur sem að fylgdust með í seinustu viku sáu kannski að við vorum með nýtt format. Það er búið að gefa öllum liðunum ákveðin fjölda af stigum sem þau byrja með. Og þannig að já, þetta er svona aðeins jafnara, þetta er ekki eins mikið bil á milli fyrsta sætisins og annað. Fyrsta sæti byrjar með 50 stig og annað 40, þannig að það er ennþá allt hægt að gerast. Og með mér eru þetta Brimar eins og vanlega. Já, sælir. Það er akkurat það sem við erum að tala um, 50, 40, 35 held ég með þess að og síðan 30 stig eða eitthvað. Já. Þannig að það er engin munur á þessum topp liðum, ekki eins og í það sem við lentum í solos, það sem að, já, toppslagurum var allir í orðin 50 stig á milli eða eitthvað. Já. Þurfti að vera fullkomin kvöld á móti, bara versta kvöldi ever hjá svona fyrsta öðru sæti. En núna getum við fengið bara góðan slag hér í kvöld. Síðan líka skemmtilegt að ég held að það séu allir sem voru að taka þátt sem byrja með 10 stig. Já. En það var bara minnsta sem maður gat byrja með, þannig að þú kannski varst bara með allt lóðrétt og nærð samt að byrja með 10. Þrátt fyrir kannski einhverja lélega framistuðu í seinustu viku, hver veit? Akkurat, þannig að það verður bara vonandi allir mættir og peppaðir í það að safna sér stigum hér í kvöld. En já, maður spáir samt kannski í sömu aðilum fyrsta sæti þrátt fyrir allt. Já, þeir voru að standa sér rosa vel og það væri náttúrulega geðveikt að geta fengið stigatöfluna, þannig að við getum aðeins rifjað upp svona hvernig liðin standa. En já, við erum komin með þetta bara beint. Það eru þetta hérna Wish og iCristo sem eru efstir, tóku hana báða leikina með alveg ábyrjandi mestan fjölda af fellum, 31 fellu og komni með, já, eins og segjum, 50 stig. Hérna getið þið svolítið séð hvernig uppstillingin lítur út. Nei, ég lík þegar ég segja að þeir tóku alla leikina, því að Dr. Hákon og Chris Riss tóku náttúrulega 1 leik. Ég held í smástund að það væri 2, en það voru þetta 3 og við erum líka með 3 í kvöld. Já, ef það er ekki Kristó, þá er það Kristó sem að vinna leikinn. Já, það er bara, ef þú heitir eitthvað Chris, þá ertu komið með sigur. Minnir mér þess að sé, já, eins og þið sjáðu í 7. sæti, Johnny og Kristó KGB. Já, þannig að það er spurning hvort að þeir taki ekki 1 leik í kvöld. Já. Það vantar síðasta Kristóin til að vinna leik, en síðan ég finnst mér eins og frekar sterkir aðalar hérna Alex T og Bjæjund eru í 9. sæti núna. Mér finnst alveg líklegt að þeir séu að fara að klifra töfluna hér í kvöld. Já, við höfum séð Bjæjund oft í toppbaráttunni, sko, þannig að þetta er kannski eitthvað óeðlilegt að hann sé þarna í 9. sæti. En ef við tölum efsta sæti, Wish er einmitt að spila, það er mót líka á morgun, solos. Og hann er búinn að skrá sig á það, þannig að spurning, er hann að fara að halda þessu bara, er hann bara toppnum alltaf? Sama hvaða móti er í gangi eða? Nei, hann er ekkert alltaf á toppnum. Hann tók nú ekki einu þátt í síðasta móti sem við vorum með, það var hérna síðustu helgi. Það mætti hann ekki einu sinni. Nei, sko, ég held að sé ástæða bak við það, því að ég held að sögu segja að hann annarkvort búi á Tenerife eða sé þar. Hann sé að spila. Sé að spila frá bara tenni. Já, ég held að sé þannig, sko. Þannig að það er kannski alveg skiljanlegt að hann geti ekki mætt á LAN-móti hérna á Íslandi ef hann er ekki eins og landinu. Þannig að hann er bara í luxuslífi í sólinni meðan við erum með snjókomu og slittu hérna aðeins á dag. Er það kannski ástæðan okkur hann er að spila svona vel? Það er minni áhyggjur þarna og hann er bara í sólinni og hlæja. Hann er alltaf með nóg D-vitamíni, sko. Já, það skortir smá hjá okkur hérna í myrkrinu. Já, það er ekkert að fara lengra með það, sko. Það er allir Íslendingar sem skortir þetta D-vitamín, sko. Það er akkurat máli, en ég veist, við erum að fá síðan fullt af flottu liðum, akkurat Veltrix og Þorri hann í 3. sæti, hafa staðið sig virkilega vel og búin að vinna 2 mót, LAN-mót núna í vor. Muxi, skemmtilegu spilari með hérna Sigmar. Kannast ekkert eitthvað sérstaklega við Sigmar S10 nafnið, en þú kannast örugglega við það. Já, svona smá, en hann er eitthvað. Við vorum að fá eitthvað eirað sem við náðum ekki, en já, Sigmar er
Já, ok, það er við erum að fá að eyra Sigmar var dúo félaginn hans iCristo. Já, Þannig að þannig að hann heldur áfram að vera svona í toppslag bara á móti gamla félagi sínum. já, þeir eru raunin að berjast og spurning hvor liðið eða hvor félaginn úr gamla dúunum sé að fara að taka þetta. Já, ef þú ætlar að spá bara topp 3 Já, bara eftir kvöldið, hver er að fara að taka topp 3 hérna? sko, þetta er góð spurning af því að stígin eru svo, þú veist, maður heldur að sé einhver rosalega munur en þetta er ekki neitt. Ég held að, sko, ég held að Viss og iCristo sé alltaf í topp 3. Já, Ég hef feeling að Dr. Hákon og Chris Riss nái í topp 3 og mögulega Veltrix og Þorri. Þannig ég er, eins og ég segi núna, þá er ég búinn að spá Möggs og Sigmar í 4. já, 4. eða neðar allavega, þú talaðir ekkert um það, Nei. allavega ekki í topp 3, þú ert að segja að þeir sé að fara ég detta úr topp 3 stöðunni þrátt fyrir að vera með 11 fellur hér síðasta kvöld, Já, sem er nú, já, þriðja hæsta með Veltrix og Þorra. já, Sönni og Hattur með 12 fellur í síðustu viku sem er náttúrulega hellingur en hafa Já. greinilega ekki verið enda mjög ofalega, hafa dottið út aðeins og snemma. nei, ég reyndar kannski hefði átt að aðeins að spotta það með fellunar þá þeir eru kannski að fara að koma inn sjóðandi heitir í kvöld, sko. En ástæðan okkur ég segi Dr. Hákon og Chris Riss er að við höfum oft sé Chris Riss með þeim efstu og síðan er Dr. Hákon örugglega, hann vann sóttkví bikarinn sem var, þú veist, 2020 eða eitthvað. Þannig að ef ég er ekki að rugla þá hann er með svona þeim fyrstu sigurvörunum á einhverju svona móti í Fortnite á Íslandi, held ég. Svona einhverju online móti allan sem við heldum. Já, ég var ekkert með í þessu samfélagi þá hann. Nei. Þú ert bara að koma með frétti fyrir mig. Já, þá vann hann 50.000 krónur, minnum mig. Já, 50 skeið. Það var búið að spreyja svona handáburð eða sótthreinsi handáburð gullitaðan og hann vann þann bikar. Guð minn almáttugur. Já, Sem var ok. ekki að sko. Það er ákveðin bikar. Við höfum nú verið með suma ég hef fullt af bikurum sem að Rafíþróttasambandið hefur verið að gefa út sem að er að annarkvort algjör snilld eða maður veit ekkert hvað það var sko. Konceptið er gott svo. Já. Í COVID, það er ég sko gerðu það þá, veist, almennilega skilur gerðu bara 3D prentaði svona Já, eitthvað það var ekki og... til örugglega 3D prentar, þetta er fyrir 5-6 árum sko. Liggur við. Hvað meinar þau? Það var 3D prentara fyrir lengur. Nei, það var alltaf net þarna sko. Hvar varst þú eiginlega 2020? Ok, eina sem ég get sagt um hennar bikar er að hann virkar. Það er hægt að fá sér hérna, hvað heitir þetta? Bara spritt eða? Spritt, þarna. Það er þetta að fá sér spritt, þannig að hann var bæði upp á lúkið og virkar ef maður þurfti að snöggast taka 2-3 bunur ef maður var búinn að gera eitthvað. Það varstu þá ekki bara að bera á því, eitthvað gull, eða gilt út, eða blandaðist það ekki alltaf í spritti? Nei, það var búið að passa allt svona, það var búið að spreyja brúsan, hann var gullitaður. Já, var toppurinn ekki gullitaður? Nei, hann var held ég haldinn svona, þú veist, upp á lúkið að hafa hann bara hvítan, sko. Já, ok. Spurning hvort að Dr. Hákon sé ennþá bara með hann upp í hillu, sko. Þetta er eitthvað sem ég myndi monta mig af allavega. Já. Koma með hann fram þegar það er matur og... Já, ég væri kannski bara með þetta á borðinu mínu, bara, veist, fyrir spritti, skilur, þegar ég kem heim að spritta hendunar og... Og svo spyr fólk hvað er þetta og þá er alltaf svona skemmtileg saga, sko. Já, akkurat. Þannig að já, en þetta er skemmtileg lið og ég veit ekki hvort þið getum séð restina af liðunum sem eru hérna fyrir neðan 10. sæti, hvort við séum mögulega með það, en annars lítur staðan út svona. Já, og allir hér fyrir neðan með allavega 10 stig. Já, minnstakosti 10. Og þið þekkið þetta, maður getur fengið 25 stig fyrir sigur og 2 stig fyrir fellu og svo fer þetta svona hægt og rólega niður með annarsætið er 18 stig og... 3. 15, Já. 4. 12, 5. 10 og síðan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 eða. Já. Þannig að í raun eftir fyrsta leik þá ættum við að sjá alveg bara mjög mikinn bara strax. Það fer bara, þú veist, það getur allt gerst. Já.
Við ætlum að fylgja þessu vel með, en sigurarnir skipta mjög miklu máli hér. Já, Þannig að komast í síðasta hringina, að vera hana partur af þessum síðustu hringjum það sem að skipta held ég bara öllu máli. já, og síðan þetta náttúrulega, fyrir þá sem veit ekki, það 100.000 krónur í verðlaun sem að splittast á fyrstu 3 sætin. Þannig að það alveg til mikils að vinna og bara, já, við höfum ekki bara præspúlið eða sigurverðlaunin hafa ekkit oft verið yfir 100 skall, sko. Nei, það nú bara talið mjög gott, held ég. Já. Ég var ekkert á móti að lappa út með 50 skall með félagi mínum fyrir fyrsta sæti, sko. Já, hlæja og fara í bíó og eitthvað. Já, splæsa í pítsu og bíó. Já. Það er bara, við fáum að sjá það núna bara eftir 3 leiki, þannig að ef þú ert í sófanum, þá myndi ég nú hvað sem þú ert með fyrir fram að hvort þú byrjar að poppa eða búin að hella í glasið eða hvað sem þú ert að kjósa að gera, þá er stemmingin að fara að byrja eftir smá, sko. Já, ég veit að sko, ef ég væri að horfa á þetta heima þá væri ég örugglega að borða pítsuna mína nú. Já, skilið. Þú væri búin að panta fyrirfram og vera með hana svona tilbúna fyrir kvöldið. Já, ég skilið. En sumir eru náttúrulega bara beint fyrir fram með tölvuskjáin að horfa á þar, eða í símanum jafnvel, í rúmi, með sæng. Ég alltaf bara með þetta í tölvunni, sko, ég bara borða pítsuna fyrir fram á tölvuna. Já, ég alveg segur það líka, sko, bara með einhvern bakka þannig að fara ekki á músumháttuna og svona. Já, akkurat. Ég held að það séu mjög margir sikir það sem að spila tölvuleiki jafn mikið og við, sko. Þetta er einhvers konar vandamál. Það er eins og fólk í dag geti ekki borðað án þess að horfa á skjá í leiðinni, sko, saman hvernig skjár það er. Já. Eða þá hlusta á góða tónlist. Það virkar líka. Þekkir þú einhverju sem bara, herri, ég ætla að fara að borða, skella svo bara einhvern playlist og eru bara að hlusta á að borða? Já, hvað meinar þig? Ég hef aldrei gert það. Ef ég sest ekki fyrir fram á tölvuborðið mitt, ef ég er að sitast bara, ég bý einn bara í litli íbúð, ef ég sest fyrir framan annað borðið mitt heldur skrifborðið mitt, þá sitt ég bara einhverju tónlist að borða, sko. Já, ok, það er alveg áhugavert. Ég held að ég hef aldrei bara heyrt það, bara að stilla á tónlist og borða, það er... Já, ég reyndi að gera allt með tónlist, sko. Þegar ég er að spila tölvuleiki, þá er ég líka með tónlist í gangi. Já, jú, ég reyndi að tók eftir því þegar við spilum hana og líka ekki bara með tónlistin í gangi, þú líka að syngja. Já. Þannig að... Það kemur alveg með þessu, sko. Maður heyrir alveg hvað það vart að hlusta á. Já. En ég sé ekki oftast í annarkvæmst YouTube-inu eða einhverjum þáttum. Já, hvaða þáttum? Ég reyndar ekki með neitt núna. Það er alltaf koma núna, sant, sko? Já, ég sá reyndar á Netflix að það voru einhverja skemmtilegar myndir sem áttu að koma held ég á morgun eða eitthvað. En þættin sem ég var að horfa á var Homeland, ef þú hefur séð þá. Nei. Mjög góðir. Já, þú veist, þeir eru með eitthvað svona CIA terrorist dæmi, sko. Já. En bara leikarnir fárlega góður og 8 seríur og kemur mann óvart, sko. Já. Mjög gamlir þætti líka. Ég er eiginlega að bíða eftir núna, sko, Invisible, season 4, Boys, season 5, síðan er, Spider Noir held ég komið. Þú ert bara í hóðurhitt hjá honum. Já, þú veist, aðalega, sko. Síðan reyndar, One Piece nema leiknu þættinir. Já, ok. Ég datt aldrei inn í anime, þetta var orðið alltaf langt þegar ég datt inn í anime, þannig að leiknu þættinir eru samt mjög góðir, sko. Já, ég horfið á Invincible, eitthvað The Boys. Mér fannst þú geðvitt í fyrsta þættinum í Invincible hvað var mikið plott fyrst í byrjuninni. En það eru góðið þættir, sko. Ég er búinn að detta út, er ekki konar alveg 5 seríur eða eitthvað? 3-4? Hvað, af? Invincible. Jú, 4. er að koma núna. Já, ég held að ég hafi ekki, ég er örugglega á 3. þá. Já. En ég þurfti að pikka þetta upp aftur, en þeir voru mjög góður. Já. Síðan er náttúrulega reynda besta, sko, það er Darth Maul þættinir hana sem er að koma á Disney+. Ég er svo mikið Star Wars nörd, sko. Já, það er besta dótið, sko. Já, ég hef ekki séð það, sko. Já, þú veist, það er bara glæði nýtt, sko. Já, byrjar í apríl. Já, ok. Sko, ég fílaði alveg ofurhitið þætti, sko. Ég var mikið í Flash þegar það var fyrst, sko. Síðan fór það svolítið í eitthvað bull, sko. Já, þau duttu hratt út af mínu watchlist líka, sko.
En fyrstu sérjarnar, þá var maður fastagestur, sko. Já, ég held að ég hafi klárað fyrstu 4, alveg bara svona starði á þetta og síðan Já, var þetta svona, 4. serían var svona að detta út einhvern veginn. Já, ég er sammála. Sko, í fyrstu sérjónum, þá var ég bara að bíða, þú veist, kom alltaf þættir á miðvikudögum, ég fór bara heim í hádeginu og tónlita þættir til að horfa, sko. Ég var þar. Jæja, hvað heldurðu Fortnite, eru ekki að fara að detta í það líka? Kortir í samkvæmt skránni þá ætti leikurinn að vera að hefjast. Hvernig lítur þetta út ef við fáum Eitthvað í eyrað, já. Já, ok. bara smá töff. Þeir segja að bílstjórinn hafi farið að skroppa á klósettið, sko. Það eru flesti komnir í rútuna. Það er klassískt. Ef þú tekur strætó hérna í borginni, Já. þá er það mjög klassísk ástæða fyrir töf á strætó. Það er af því að hann fór að kúka, sko. Já, ok. Já. Ég stend stundum fyrir utan strætó hjá Hamraborg og síðan sé ég bílstjóra mæta svona 3 mínútum eftir að strætóinn átti að fara af stað. Já, minna. Kemur frá áttina í klósettinu, sko. Er það þannig núna með strætóna að maður sér hverjir eru á kortinu? Já. Já, ok. Það virkar ekkert eitthvað greiðlega vel, en Nei. jú. Já, Ég er þetta að nota, sko, ég byrjar að nota Google Maps frekar heldur en eins og strætó.is. Mér finnst Google Maps virka betur að fylgjast með hver strætóinn er já, minna. heldur en strætó.is. Ég hef ekki prófað strætó í Reykjavík, sko. Nei? Ég náttúrulega er frá Akureyri og það var frítt í strætó þegar ég var að taka strætó. Já. Ég Er gerði það- það líka þegar ég var yngri, sko. Er það hér líka? Nei, Nei. það voru alltaf kostað í strætó á Reykjavík, sko. Rándýrt í strætó, nei. Já. Nei, það er, ég held að það sé eitthvað, þú veist, já, það er samt alveg 100 króna. Við erum 100 krónur. Já, fyrir árið, skilur við. Já, ok. Þú veist, ef þú ert að kaupa þér bara svona árskort, þá er þetta alveg 100 skall. Já, ok. Við vorum oft, sko, að fara í bara, þegar okkur leiddist að taka bara Já. einn hring, skilur við, láta hann fara allan hringinn, Já, sem tók akkurat. klukkutíma eða eitthvað. Maður gerði það alveg sem krakki á Akureyri, sko. Ég Já. gerði það alveg líka. Já, þú ert náttúrulega, Ég er frá Akureyri með þér. já, alveg rétt. Það eru bara norðlendingar að lýsa hérna, sko. Já, skilji. Þetta er líka í Rocket League, við erum allir að norðan, sko. Já, ég náttúrulega ég er lúmskur í Rocket League, sko. Já. Ég var alveg champ, eitthvað. Það er sko, það er Gummi og Króli og Steingrímur og eiginlega bara allir sem ég er með hérna á móti mér í Rocket League eru allir líka að norðan, sko. Já, Það ok, og Þór, stúdíóið er bara Akureyringar, sko. já, minnar, Þór er líka, er þeir ekki bestir í Rocket League? Eða unni eitthvað? Þór, jú, búin að vinna núna síðustu 3 deildir og er á toppnum á deildinni, þannig að Já, næs, ég er náttúrulega þossari. já, ég er káamaður, Hans- þetta er alveg skelfilegt, sko. Ég var akkurat að kaupa með káa peysu, sko. Það er ekki hægt. Það er bara vístægt, sko. Káa er bara miklu betra lið. Ah. Fyrir utan það er ekkert með raf í þessum. Nei, Það er það, náttúrulega bara skelfilegt. já, það er einhver ástæði fyrir það. Já, ef það er einhver að bara að fara að Hver pikka ert það þú, upp, sko. þú ert hérna alla daga, getur ekki pikkað í káamenn og sagt að koma. Jú, byrja eitthvað. þú veist, það er alveg hægt að pikka í einhvern, en það er spurning hvort það gerist eitthvað þegar ég er ekki þarna til að hamra á hurðina, sko. Nei, það er gaman að hafa rígin, skilur Já. Rocket League spilararnir á Akureyri getur það farið að tönda eitthvað þannig í káamennum eða þeir byrja með Rocket League líka. Einmitt. Nema það, þú veist, allir sem er að spila fyrir Þór eru ekkert Akureyringar, sko. Já, ok. Það er ekkert aðalega lélegt, en síðastliðið var reyndar, það eru margir Akureyringar þar, þeir eru unnu deildina hana í fyrst skipti og allt, sko. Já. Það er held ég 3 eða 4 frá Akureyri, sko. Já, þannig að einn spilararnir í CS er örugglega með þeim bestu. Er hann ekki Akureyringur? Hvað heitir Já, hérna, hann? Nei. En við það vorum ekki. fá fréttir í eirað, strætóbílstjórinn var að styrta niður, þannig að við erum bara á leiðin í leik eftir smá stund, þannig að labbi bílinn og já, við skiptum bara yfir í þetta flotta animation sem við höfum og Beint í leik? Já, beint í leik, sjáumst þið smá. Og við erum hérna að horfa á iCristo sem er einmitt með Wish í fyrsta sæti.
Mér sýnist, ef við skoðum á mappið, já, þeir eru bara aleinir hérna niðri, sko. Já, verður þá líklegast ekkert gerast hjá þeim. Er það bara ég að það búið að breyta mappinu, eða? Lethal Labs, hann í miðjunni, var það, eða? Vil það sé eitthvað nýtt? Þeir eru alltaf að breyta þessu mappi, þannig að maður mannaði eiginlega ekki, sko. Nei. Það er eitthvað sem að maður sér í þessum leik sem er eiginlega engum öðrum leikjum nema svona, jú, inn á milli, en eiginlega, maður getur eiginlega sagt að það er engin annar leikur sem að breytir til jafn mikið og Fortnite. Nei, hann djók, sko. Það er stanslausa breytingar og ég skil ekki hvernig þessi spilarar bara halda sér inn í þessu, sko. Þú þarfst að vera að spila hverjum einasta degi, sko, annars Já. bara, ef þú missir viku, Þá veistu ekkert hvað er í gang. Nei. Þess vegna er stundum erfitt fyrir okkur að lýsa hérna, því að Já, gleymum stundum að spila, sko. Já, Við erum stundum með svona einn expert sem að laumar á mann svona info. já. Við mætum aftur með það í hausti eða eitthvað svoleiðis. Já. Hérna eru 2 lið bara, við erum ekkert alltaf að gera árás. Það er Lindsey og Gumsi og á móti Steppa og Steina. Já. Allt í róli heitum, það er enginn búinn að falla. Þannig að Nei, þetta er að gerast þú að hægt, sko, maður sjá. er einhver annar sem er nálega hvorum öðrum. Það lendir bara allir á mismunandi stað. Gulu gæðir hann að hægra meginn eru smá nálægt, tjekkum að þeim. Já, það er svona. Þetta er 3. Kristáin. Jújú, það er einhver skot að koma niður. Hanna, Kristó hittur. Hann er hrættur, klálega, eins og í nafninu hans. Þetta er sacred, ekki skert. Er það að bylla? Nei, ég var víst kannski lesblindur þarna þegar ég var 5 ára eða eitthvað. Bjarki tekur nokkuð skot í baki og Johnny Hawkins náði góðum skotum á Trillmund sem að, já, er að nýta medkitið sem hann fann sér hérna snemma en er stoppaður og núna getur hann ekki nýta lengur. Oj, fellur niður og finnur 2 medkit. Þetta er ekki rosa vel hjá þessu liði, sko, Bjarka og Þrilla. Nei, Þrilli gleymir að það er gluggi. Ég myndi gera það saman, sko. Hann byrjar að nota medkiti bara eins og hann væri bara slagstu maður í heimi. Já, einhvern tíðan þurfti hann nú nota, 14 líf. Bjarki næra kom sér burti sem er mögulega bara geggja því að hann mun líklegast ná hérna Trilla upp. Já, betur þið þarfst ekki að ná í eitthvað kort lengur, eða? Stundu getur maður keypt kortin. Já. Fer alveg eftir uppfæslu, held ég. Já, þannig að maður veit ekkert, það er bara að fer eftir deginum hvernig þetta virkar. Já. Eins og allt annað í Fortnite. Það þarf að vera með svona Ask AI hérna uppi til að geta spurt bara, real time. Ask a professional. Já. En hann er einmitt eini sem er búinn að falla. Sjáum svona hvernig þetta lítur út á kortinu. Flestir bara einhvern veginn með sinn bæ. Guli hérna, þetta er Bjarki. Hann er einhver vesinni. Bara að fara hérna lengst út. Því að hann er ekki með eitthvað til að gefa honum líf, þannig að hann þarf að fara að finna það. Já. Hann er bara með einhverja skyddi hérna. Hefur alveg séð betri dag, sko. Það hefur verið snöggur. Þannig að hann fær skoppið hérna frá þessu, en er það nóg? Hann getur bara verið fallinn. Nei, hann fær ekki líf. Fullt að kistum, ekkert líf. Hann var hann að kista beint framan. Bandits viss. Ok, hann er safe. Hann var hann að kista hann inn í hérna munninum. Þarna. Flott kista. Ég verið bara hrættur við að sækja hana samt. Já. Það væri nú skemmtilegt að það myndi lokast eins og þetta væri... Já, bara gildra. Já. Mér sýnist það bara alltaf að ná í þetta. Já, það eru nú alls konar dýr búin að vera og róbótar og hvað í Fortnite, þannig að maður veit aldrei. Hann tekur ekki sénsinn og fer upp í. Nei, Hann brýtur þetta bara. Það er hann að bygg. Og hann farinn bara. Þetta komum fyrir aftur inn, en á meðan
finnum hérna bardaða þar sem að Steffi Tífú og Steini King Dísa hérna fyrir ofan. Þeir eru tvö liðir. Steffi Tífú fyrir að færa sig. Hvernig er alltaf að spila þetta? Nei, Secret Kristó Bjall. Nú! Mugsís var hann á hann. Herðu. Steini tekur slæm skot. Steffi hoppar út, King Dísa. Skotið tekur mikið skaða á móti. Meðan er skot bara einhvern veginn allt stopp í þessum barda. Einhverju aðrir að skjóta eða, já. Það er fjórða liðið hann uppi. Það er alltaf að nóga leikmennum hérna, allt í einu. Ég held að við værum ekki með neina leikmenn saman einhvern veginn áðan og nú erum við með alla leikmennina á sama stað. Þeir eru inn í storminu, Steppi, þetta lítur ekki vel til honum. Er fallinn. Fyrsti maðurinn af þessum til að falla, Steini er búinn að hlaupa burt. Vá! Já. Það er litlu byggingarnar. Hún líst ekkert á þetta, Steina. Nei, hann ákveður að nýta byggingarnar en þeir eru að koma á eftir honum. Hann er ekki með neitt. Bara með litla skildi, hann er ekki með neitt til að skota burt. Nei. Skotinn og skotinn ennþá meira, tekið niður og þá er það lið farið. King Dísa og félagar. Við skoðum aðeins kortið, hvernig það lítur út og sjáum við hérna. Gulugæðinir, það eru svolítið margir inn í stormin með það. Já. Ja, þetta er svo sem bara, það ringur 1, 2. Þetta ringur, já, 3 reyndar. 3, já, við erum að fara inn í ring 3 hérna núna. Já. Tekur allan ekki mikið skaða ennþá, þetta er ennþá bara 1 tikk. Þau hafa tíman, en þau þurfa að fara að koma sér, ringurinn er að fara á stað. Já, sem að fólk er einmitt að gera, það er enginn að slást síðan mér eins og er. Fínt að geta rent sér svona niður, ég man þegar maður gæti ekki gert það. Nei, spurning hvort það er sjá, býtu King Dísa strax í vesinni. Hvað gerist? Hvað kom skotið hann? Það er að koma sér með góðan skjöld aftur samt. Þessi 3 liðið hérna. Að fá stöff í. Þetta er eiginlega 3 lið. Og kostningin mætt. Lítur ekkert vel út hjá Kjósa. Kjósa reynar að koma einhverjum skotum inn. En með njó skjöld til að sitja á sig og byrjar að drekka. Steffi reynir að halda pressinu þannig fyrir ofan á Lott. Hvað er að fara á stað? Spurning hvort að Dísa nær honum í loftinu. Vá, góð skot. En tekur síðan mörg skot á móti frá Steffi. Steffi ætlar að ná hefnd strax. Gott skot frá Chessity. Steffi í vesinni. Dísa er að fylgja. Þeir er þarna nær samt einhvern veginn að velta sér. Steffi er að spila rosa vel hérna niðri, er að tjögga. Dísa heldur pressunni. Hann hefur alveg nóg til að byggja, hann þarf bara að koma sér út. Nei. Nokkur vond skot og þeir komast inn í kassan hans. Þannig að engin séns fyrir þá að flýja þetta. King Dísa fyrir burtu með 3 fellur. Chessity með 1, þau sama með 4. Chris Rees Og Hákon. Róleitum. Og viss beint að þeir ofan á. Auðvitað eru þessir nálægt hvorum öðrum. Spurning hvort þið vita af þeim. Hvað eru viss að þeir að gera? Þeir eru bara að fela sig. Það er að sjá hvað þeir eru að gera. Þannig. Akkurat. Viss. Gott kameraview. Já, eru bara að fela sig hérna.
Þetta ekki líkt þeim kannski. Nei, kannski bara myndi- aðeins að finna fyrir svona fyrstu leikjum og að sjá að fólk að falla fram og tilbaka, þannig að Já, þeir eru náttúrulega með fyrsta sætið. já, en samt bara 10 stig. Þetta eru 3 fellur og fólk búið að ná þeim. Það er rétt. Nei. Víti, það er einhver að lenda á. Það er komið gæði inn í. En þetta var ekki. Þetta var ekki... Þetta var kannski það sem þeir voru að gera. Já, það var bara músíkildra Já, bara bíða eftir einhver kemur til þeirra. Já. Þessi já, þeir náttúrulega, já, þeir skildi eftir kistuna. Lokkuðu þeir hann þannig. Já. Við hljóðinu. Hann var ekki bara býta aðeins. Ég ætla að ná í kistuna. Ég hef lent í þessu sjálfur, sko. Mjög vel gert, já, viss á þeim. Lappaði inn í hús og heyrti kistuna og heldur maður að sé enginn annað og síðan situr einhver í horninu. King Dísa er að lenda hérna rétt hjá Þorra og Veltrix en þeir verðast ekki alltaf að láta finna fyrir sig strax. Nei. Þeir eru að spila rólega leikinn eins og Viss og Kristó. Yngurinn að verða ansi smár hérna. Við skoðum aðeins kortið. Herru, Trillmundur er kominn aftur upp. Bjarki hefur náð honum. Ég er samt í storminu að tikka. Ég er með 1 medkit, það er ekkert meira. Stormurinn byrjar að taka 2 í skaða þannig að þeir þurfa að drífa sig. Spurning hvort Elite og Monkey hann ætli bara að bíða eftir þeim. Já, það er allan einhverjur að fara að taka á móti en þannig að klálega. Mér sýnist hérna... Nei, Monkey og þeir ætla að fara. Bjarki setur pressuna en nú þurfa þeir að fara að drífa sig. Bjarki fer í flugið. Sjáum hann hérna. Spurning hvort Elite þeir ætla að skjóta eða hvað. Nei. Vill ekki svona horfa á hann. Monkey ætti að sjá hann núna. Hann sér hann. Vá! Nánast í Bjarka. Flott skot. Halda síðan skottriðin áfram, pressa hann. Reyna, leifa hann ekki að bíla strax og hann er tekið niður. Allt þetta. Hann er svona búinn að ná trilla upp. Þannig að spurning hvort að... Já, nú þá trilli að pikka hann upp. Já, sína aðeins hérna... Liðs heild. Já, Trilli, hvar ertu? Mér langar að heita. Trilli, hvar ertu? Nei, Bjarki er fallinn. Og hvað ætla Trillmundur að gera? Ætla hann að næla sér í nokkur auka stig fyrir liðið? Það væri rosalega stórt. Þeir eru bara 3 leikir. Já, hvert einasta stig skiptir öllu máli hér. Þannig að ef hann getur bara haldið sér á lífi aðeins lengur. Sem er ekkert alveg víst með að hann er búinn að fá alla athyglinna á sig. Já, hann fór og sótti lútið og það er... Já, lítur ekki vel út. Nei. Skottriðin heldur áfram frá þessum 2. Hákon Kristaris er komið fyrir ofan hann líka. Hann flýgur á stað. Heldur áfram að taka skot. Sikkur megin viðstig. Það vilja allir þessa fellu. Hann er með 3. Einhvern veginn heldur sér á lífi. Skotin halda áfram að koma. Hann reynir að medkita. Það er ekki sjens. Settir niður reykinn og... Herru, hann geti verið þægilegur. Herru, gengur þetta? Hann er sloppinn. Trúi þess ekki. Hann nægir medkitinu og 100 skildi með þessum reyk sínum. Nú eru allir farnir af stað. Allir fljúandi maður. Og Trillmundur er bara þægilegur. Trillmundur er byrjað að skjóta á fólk. Var að skjóta, hann hafi Elite náði skildinu maðunum. Sigmar er að missa sinn skjöld. Viss og Kristó bara chilla. Þeir eru að bíða eftir að geta farið fyrir ofan alltaf. Þetta er rosalegt og Trillmundur er ennþá á lífi. Chastity og Trillmundur eru ekki báðir solo. Held það. Ætla Chessy að halda honum eða?
Nei, hann Hætti við jetpack. kannski gott, kannski ekki. En hann er þarna Þetta gengið. alveg í storminu. Og þetta lítur ekki vel út fyrir hann. Ó. Hann hefði mögulega þurft að taka jetpackið, hann með 4, hann má ekki taka tikk, hann er fallinn. Og Jólaálfurinn er líka fallinn. Og Burger. Margir að fella hérna. Falla. Og fella náttúrulega. Já. Þetta gengur bæði. Já. Íslenska góða. Flestir eru hérna hægra megin á kortinu en stormurinn er á leiðinni þarna yfir vinstra megin. Leiðinni þangað. Spurning hver allar verður fyrstur að fara. Þetta er óþægilegt fyrir King Disa og Lord CSD. Já, þeir eru aftastir. Alex hérna líka fela sig í vatninu. Ég held að sé svona Nei, Alex fyrir að stað. Þorri! Wow! Nei, byrju. Monkey tekur hann niður. Það fara þær á stað. Viss og iCristo snemma í þessu, koma sér fljótt og góðan stað eins og venjulega og byrja að byggja upp. Hérna sjáum við turnin mæta. Veltrix og Þorri reyna að byggja turn hana upp á hólnum. En við sjáum hvað þeir eru komnir hátt upp. Þetta tók engan tíma. Elite, þetta lítur ekkert vel út fyrir hann. Hann er með hann 5 líf eða eitthvað. En þetta eru iCristo og Viss á toppnum. Þetta er alltaf sama formúlun hjá þeim. Já, þetta er bara... Vá, Chris, Riss og Hákon rosalega lágur hérna. Og öll liðin sem ég spáði í topp 4 eru enda hérna. Hákon, Muxi. Þorri og svo iCristo og Viss. Já. Herru, Þorri þeir eru að halda. Reyna að halda pressunni. En Viss og þeir taka hérna bara yfir bygginguna frá Þorra á þeim. Tengja hérna saman. Það er sniðugt. Halda sér á toppnum. Nú fyrir yngurinn var ansi smár. Allir komnir á sama stað núna. TSD getur eiginlega ekkert byggt sig út úr þessu. Þetta er óþægileg staða. Viss og Kristó skjóta bara niður. Það er rosa lágur hérna. Hákon og Kristi Riss. Það er mjög lágur, ekki neitt í lífi. Hann má ekki taka einn skaða frá storminum. Hann hefur skjöldið samt. Það er einhvern veginn að koma sér í gang. Það er samt að fá eitthvað líka. Það verður ekki að vera bara með skjöld. Og Kristi Riss er að halda... Hann næri einhvern veginn að koma sér inn í hringinn síðan mér. Nei, vá! Það hefur strax skotið hann niður. Skinn. Hvernig Það er allan að sitja reikið niður, þannig að hann heldur áfram að Hann má ekki taka eitt hit! Það er að hoppa inn og kemur sér inn í hringinn. What? Og fær medkitið. Hvað er gerast? Rosalega vel spilað hjá honum. Þetta er Viss og þeir bara á toppnum að halda. Klassíst. Þetta er pínum bara eins og að drekka vatn fyrir þessa drengi að halda toppnum. Ég sé ekki iCristo. Hann er farið niður. Eða hvað? Nei, hann er þarna hliðin á. Já, hann er bara aðeins niðar. Veltrix er feldur af gotinn. Gumsa. Já, Gumsi kemst þarna fyrir aftan hann. Þorri er aðeins fyrir framann, er ekki að hleypa Gumsa inn í hringinn. Gumsi fyrir að tjöka. Hann þarf að drífa sig. Stormurinn byrjar að teka 10. Þetta er vond. Nei! 30-20. Jú, hann kemst inn. Skotið í baki strax og hann kemur og hann fer hann strax aftur niður Viss frá toppnum. Lindsay er að reyna að ná öllu dótinn en hann sem lendir næst í að vera feldur í staðinn. 2 í lífi, byrjar medkitið en hefur hann tíman í það. Muxi og Sigmar. Góð stöða. Viss að ná hlinsa. Viss er bara að safna fellum hérna frá toppnum. iCristo taka Dísu líka. 5 lið eftir. Ætlar að reyna að brjóta undir þeim. Nei, þeir grafa sig hérna niðri. Þeir eru að skjálpaka. King Dísa fallinn. Hákon líka fallinn. Nú er lið að falla hægri vinstri. Chris Riss er enda á lífi. Hax tekið niður.
Kristó farin niður. Nærðna Kíró. Svo Kíró falla. En Kristó aðeins að lendi í vandræðum. Þarf að koma sér aftur hérna upp. 3 fyrir. 3 lið eftir. Líka komin hérna niður. Þeir eru byrjað að sækja fellunar. Þeir eru fyrstir. Sigmar og Möxi ennþá á lífi. Því hver er solo? Chris Riss. Kristján Riss. Þeir eru komnir inn í kassan hans. Ná ekki góðu skoti samt. Hann hefur medkitið, Sigmar er fallinn, Möxi er fallinn. Þetta er Kristó Viss á móti Chris Riss. Ok. En þeir eru bara að bíða. Það er bara að fara að dansa eftir smá. Ég held þeir haldi bara áfram að skjóta þessu. Þarna. Þetta er ekki öðruvísi en vanalega. Viss og Kristó taka hérna fyrsta leikinn í kvöld og eru komnir með þá 3 sigra á þessu móti. Og líklegast, eða ekkert líklegast, í fyrsta sæti hvað voru þeir með? 9 fellur sem þýðir að voru með 39 stig. Þannig að þeir eru komnir í 89. 39, já. 14 pluss 25. Já. Og 25 pluss 50. Nei, og 39 pluss 50. Já, við ætlum að taka svona örstuttar auglýsingar og svo krifjum við þetta aðeins. Sjáumst þetta smá. Saman gerum við lífið skemmtilegra.
Já, velkomin aftur á skjáin. Einn leikur búinn í kvöld af 3, þannig að ekki fara langt. Við erum eftir að spila 2 leiki í kvöld. Og enn og aftur eru iCristo og Viss að taka þetta. Já, þau toppa fyrsta leikinn alveg eins og í síðustu viku og mætti búast við að þeir myndi toppa fleiri leiki hér ef að enginn berst þetta svæði sem þeir taka alltaf yfir í síðustu hringjunum. Nei, það er rétt sko, þannig að þeir eru komni með hálfa hendina á fyrsta setið sko. En við höfum alveg séð þessa spilara sem eru efstir falla strax í byrjun leiks, sem er reyndar ólíklegt, en við höfum séð það. Já, það þarf alltaf að byrja á því að fólk lendi aðeins nær hvort öðru. Það var mjög dreift hérna í síðasta leik. Það var einhvern veginn engin hliðan hvort öðru. Já. Fyrsta fellan kom eftir að stormuna byrjar að hreyfa sig og svona. Þetta var ekkert eitthvað svona að maður lendir og byrjar að skjóta, sko. Nei, ég skilji. Við náttúrulega fáum ekkert að sjá þig á streyminu. Nei, það gerir stundum. Allir komið með nóga andlitið. Já. Bara með hana alltaf oft. Hafa mig bara hérna. Nei, en samt, mér var skemmtilegt hjá iCristo og Viss hérna músagildran. Þeir voru með hérna beðin í húsinu, voru ekki búin að opna kistuna og svo kemur hann einhver gæi fer inn og er bara steinleikur. Mér finnst það að vera frekar lowball frá þeim, sko, að þurfa að nota svoleiðis tækni. Já, þetta er gaman. Þetta er svona, þeir eru búin að bíða þarna mögulega í svona 4-5 mínútur. Þetta er að leiðilegast það sem þú gerir, að bíða hana. Og líka sko, sérstaklega fyrir hinn spilara að koma inn bara eitthvað, heyri í kistu og tjekkar inn og síðan eru bara 2 bestu spilararnar að bíða eftir þér. Já, þetta er samt sko, þú veist, af því að þeir hefði getað beðið og ekkert orðið úr í. En tilfinningin að vera búin að bíða og svo hefnast þetta, skilur, ég held að það sé alveg... Þeir voru örugglega skellihlægjandi eftir þetta, sko, en það er enginn annar að hlæja, sko. Jú, mér finnst það gott. En ef þeir eru komnir með allt sem þeir þurfa, þá eru flesti bara að chilla, hvað sem er. Búin að finna sér eitthvað hús eða byggja sig eða fela sér inn í runna eða hvað sem þeir gera undir einhverjum steinum eða... Þannig að ég sé ekkert að þessu. Nei, veist, þetta er partur af leiknum, ég veist það bara að vera lowballa þeim, ég veist þeir eru að vera einu gæðinu sem eiga ekki að vera að fela sér, bara hlaupum allt mappið að sækja þessa fellir. Þú hefðir eiginlega viljað að þetta hefði verið öfugt. Já, eiginlega. Einn af þeim hefði lent í músagildrinu. Já, frekar sko. Já. Af því að ég hef líka þá bara fulla trú að annað þeirra hefði getað komið sér úr þessari stöðu, sko. Já, við höfum alveg séð, það eru nokkrir spilarar sem bara virðast geta komist út úr hverju sem er, sko. Það er bara að vera að pressa á öllum hliðum, þeir eru 5 í líf. Við höfum séð þessa 2 að vera að taka bara, þeir splitta upp þegar þeir eru lið sikkurum megin við þá og þeir taka bara 1 á móti 2 sikkurum megin. Já. Þeir lenda í einhverju samlóku og þeir bara, já, ok, ég skal taka þessa og þú tekur þessa. Já. Þannig að þeir eru það góður, mér finnst þeir eiga bara að vera að sækja einhvern veginn allan leikinn. Þú veist, taka áhættuna. Ég veit þeir vilja vinna þetta, en þeir eru komin á það level, þá ég sem áhorfandi vill vera að sjá þá bara sækja. Já, þetta er samt, þú veist, þetta getur verið klippan á TikTok, sko. Að bíða, þetta er svona öðruvísi. Þetta er ekkert öðruvísi, hvað með? Ég hef allir með þetta. Það hafa allir séð eitthvað montage að einhverjum gæja að vera W-key og reyna að ná öllum eins mörgum fellum og hægt er. En það hefur, þú veist, þetta er annað, þetta er content. Þeir að bíða þarna, giglandi örgulega í mækinn, skilur, og svo kemur einhver í músagildruna. Það er content. Þetta er svona sama content og gæjinn sem að settist í 3 og komst upp í hæsta ranki í Fortnite án þess að gera neitt. Já, þetta er svipað það, sko. Það er hægt að gera alls konar. Núna í dag, fólk sem er búin að skrolla allan daginn, það vil sjá eitthvað nýtt. Já, það content var eitt af því leiðilegasta sem ég hef nokkuð tíðan séð. Að ungarís bara settist í 3 og fór að bladra eða eitthvað. Já, maður hefur séð fólk gera alls konar hluti. Stigatablan er ekki klár, held ég, þannig að við getum nú ekki séð, en eins og ég var að tala áðan, þá var Viss og þeir með 9 fellur sem gefa 18 stig. Takk fyrir. Og svo fengið við 25 stig fyrir sigurinn sem gerir þá 43. Já, 43 ár. Þannig að þeir eru konur upp í 93 ár. 3 stig. Já. Það gæti verið að þeir hafa tekið frá 10 upp í 30 stiga forskot eða eitthvað svoleiðis. Já.
allavega hellingsmunur örugglega frá því sem við vorum að sjá rétt á hann yfir í núna, en á saman tíma það getur einhver annan gert það sama og meðan sko, það þarf ekkert heldur að taka þessa 2 út strax. Nei. Það þarf bara að taka það strax út þegar þeir ætla að fara á toppinn. Já, svona... Þeir bara voru á toppinum allan tíman. Það var enginn sem að pressa það. Það er langléttast að vera þar. Ég sko, veit ekki hvað svo áttum við að tala um og ég er svona valla nenni að tala um hvað það er, þú veist, þeir viti þetta alveg. Já, þú veist, það eigi allir í lobbyinu að vita þetta, en það þorir enginn að taka slægin við það. Nei, sko, þú veist, ég skil alveg suma. Þú vilt bara fókusa að komast inn í hringinn og vilt ekki eyða allt of mikið og leið og byrja að skjóta þá kannski sérðu ekki gæðan sem er hliðinar, þú veist. Það er svona, en þú veist, það þarf einhver að taka henni séns. Já, akkurat. Á saman tíma þá þarf, þú veist, ef þú ætlar að vinna, þá þarf einhver annar að taka, þú veist, eða þá þarf einhver að taka henni séns að fara þannig upp. Já. Og reyna að taka slægin við þá, af því að ef engi gerir þetta, þá er þetta bara allt og auðvelt. Við sáum svona Þorra og Veltrix vera að ógna svona smá hægráturinn aðeins í svona 8. og 9. hring. Þeir voru þarna upp á brekkunni, en leið og þeir bara byggðu yfir það og þá voru einhvern veginn bara komni með þetta. Já, þú veist, akkurat. Þeir byrja bara að fara, byggja sér niður og koma sér þannig sér, náttúrulega lengra inn í hringinn. En á móti leifa bara Kristó og Vissa bara svona labba yfir þá og taka yfir bygginguna sem að þeir voru byrjaðir að byggja. Já, það vantar eiginlega hana minigun, byssuna, til að drita niður. Já. Hvað er hún? Er það ekki bara sama snæperinn, talið OP í Pro eða? Þú veist, minigun byssan var samt ekkert, eina sem hún var góð í var einmitt að taka hægrand út eða eitthvað. Já. Þú veist, hún gerði ekkert rosalega skaða og þú veist, fljótari held ég að fella gæja og myndi bara skjóta hann með venjulegri byssu, sko. Já, saltarafjólinu var nú almennt betri, en það var samt, Hún var, þú veist, ég sá ekkert að hún var eitthvað of góð. Flestir kusu að nota hann ekki, sko. Já. Það vantar það. Eða þá, hvað er Impulse? Já, Impulse Grenades. Þú veist, eitthvað til að flytja sér upp. Þú veist, ekki einu sinni flytja sér upp, eitthvað til að bara brjóta hennar niður, sko. Já, brjóta hennar niður, komið sér, þú veist, Impulse á alltaf að vera. Það er bara, þú veist, meikar engan sem það sé búið að taka það út. Það er eina sem er að gera núna, er að nota þannig svifdraslið. Já, ef þú kemst samt eiginlega ekki trætt upp þannig, því að þú ert að byggja undir því og þegar þú hoppar þá ertu svo hægur í loftinu. Hægur í loftinu, þú brýtur ekki dæmi sem er fyrir ofað þig, þannig að þú getur verið bara, þú veist, í sleik við loftið eða þú ert ekki búin að taka loftið frá. Það var nú kveikir á þessu eins og við sáum hann félagann hans Bjarka. Já. Hvað heit hann aftur? Nei, við sáum hann cancelaði mæstu og lendi sig hann inn í storminum. Já. Veist, ef þú cancelar þá þarf það að býða í einhverja 15 seka eitthvað til að mega nota það aftur. Já, það er cooldown á tjápækinum. Það er ekkert gott. Nei, við fílum ekki metæðið. Nei, það ætti náttúrulega bara að vera í Fortnite að þú mætti búa til mót og velja. Já, bara velja hvaða vopn eru. Já, það er bara allt, þú veist, við getum verið með flugvélarnar þessuna, skilju. Já, ok. Eða þú veist, flugvélarnar sem var búið að nörfa svona 100 sinnum, þá já. Já, en þú veist, akkur ekki hægt að velja bara hvað maður vill vera með, bara custom game og þú velur bara, herri, ég vil bara þessa byssur, svona og svona. Þú veist, það var ekki geðveikt. Fortnite bara... Sko, tæknilega þessi getur gert það, þú bara getur ekki verið með spectator á því. Er það hægt? Já, þú getur alveg búið til þitt eigið mapp og svona allt svona græður og meira þess að vera með svona eitt af aðal mappunum og sett þín eigin vopn og eitthvað svona dæmi, en vandamálið er að þá leyfa þér ekki að vera með spectator. Já, þú mátt ekki horfa. Þú mátt bara spila, sem er náttúrulega fárlegt. Akkur mætti maður ekki horfa? Ég held að þetta sé eitthvað upp á að vera með reglur fyrir móti. Já, eitthvað reglur fyrir móti eða eitthvað svona. Ég bara sennilega veit það ekki. En það er eina sem mér finnst vanta í Fortnite er þetta spectator í svona custom games, sko. Já, það myndi líka bara af hverju ætti það að vera vont? Nei, mitt. Þú veist, að halda mót. Já. Og sýna frá þeim. Er það eitthvað vont? Ég hef einhvern veginn litla trú á því að það sé eitthvað slæmt, sko. Náttúrulega aðri leikir sem að reyna að loka á öll mót nema það sé bara þeirra mót, þannig að kannski er það bara græðki í Epic eða eitthvað, en vonandi er þetta bara kannski er þetta bara forritun á vandamál.
Nei. Mér að hvað þeir eru búin að tróða inn að leik, það held ég að þetta sé ekki forritunum vandamál, sko. Það er allt í þessum leik, sko. En það ég veist, náttúrulega frábær leikur, en það akkurat væri skemmtilegt að geta nýtt sandboxið aðeins meira fyrir einhver svona skemmtileg mót. Já, líka mögulega því að, þú veist, bara stærðin á mappinu, þú veist, eins og núna eru við bara 40 spilarar, mappið er gert fyrir 100, kannski verið sniður að vera minna mappi. Akkurat. Og hringirnir væri þá fljótari eða eitthvað, og fleiri leikir. Einmitt. Það geta, þú veist, að því að við erum að tala um fyrstu 10 mínúturnar eru hvað sem er oftast bara chill, sko. Já, við vorum að horfa á það, þetta var, þú veist, það voru ennþá hana 24 eftir eða eitthvað þegar við vorum konir í, þú veist, 7. hring eða eitthvað, sko. Já. Það er voða lítið að gerast þannig í byrjun, sko. Já. Sem að það er kannski eitthvað að skoða. Þetta er náttúrulega síðasti dagurinn í þessu móti og svo er ekki búið að setja framhaldið, sko. Það er allt opið. Ég hef stundum hugsað hvort að reload væri skemmtilegt. Það er minna mapp og fólk má hérna falla þegar þú spila það. Nei. Þá hefur 3 líf í einhvern ákveðin tíma í 10 mínútur. Svo eftir 10. mínútuna þá má ekki lengur reviva, skilur. Já. Þannig að þá er kannski miklu meira aksjón og svona. Fólk veit ekki. Já, ef þú getur notað spectator þá bara klálega. Það er nefnilega, þarna ekki með vandamáli, sko. Það er bara hægt að spekka þennan venjulega leik. Já, það er náttúrulega leiðilegt að það get ekki, þú veist, jú, það er rosa gaman fyrir fólki bara, en þá erum við ekkert að fara að sýna frá þessu, nema bara allir sé að streyma sjálfur, sko. Já, vera bara með hérna risastórt Discord-partí. Já, þú veist, allir að streyma og við flippum á milli glugga. Við gerðum það í sótkvíbikarnum, sko, þá voru bara allir það var ekki spectator mót þá, sko, þá voru bara allir að streyma. Já, það er alveg, sko, það er hægt, það er bara vesen. Það er vesen, en það er spurning bara hvað samfélagið er tilbúið að gera. Já, það er bara akkurat, þú veist, hvað eru við tilbúin að taka stórt skref hérna til að gera okkar svona eigin mót almennilega, en allan eins og þá erum við með þetta format og þurfum að klára það allan. Við þurfum að klára það. Klárum það í kvöld. 2 leikir eftir, vonandi, mér langar bara að sjá einhvern annan á toppnum heldur en Ævis og Kristó. Já. Eða það bara, það er ekki að vera þannig sé annar á toppnum heldur bara hafa komið slagur á toppin, ekki bara Ævis og Kristó bara skjóta niður þá til að þeir ákveða að droppa til að reyna að klára einhver kills. Nei, við þurfum að fá einhverja smá svona spennu í þetta og já, við þurfum að klára þetta núna þessa 2 leiki og það er náttúrulega mót á morgun sem er svona smá tilraun fyrir þá sem hafa ekki heyrt af því, þá er 1 leikur á morgun sem er spilaður. Já. Og það er bara that's it. Þetta er bara solo 1 leikur svo móti búið. Og það er auðvitað hægt að fara inn á gameresports.is og skrá sig þar, mælum með að allir heima fari nú inn á það. Skrifa bara gameresports.is og þá finnur þetta. Já. Þannig að, en ég vil bara að samfélagi, svona Fortnite samfélagi sé bara svona hvað viljið þið, hvernig getum við gert þetta sem skemmtilegast, að því að þú veist, það hlýtur að vera hægt að ná 100 manns í eitthvað skemmtilegt, sko. Já, ég veist, það eru held ég mun fleiri að spila en leik heldur en sína sig, veist, hérna í deildinni og á þessum mótum sem hefur verið að halda. En síðan er líka, hvað sem margir eru bara casual og vil líka keppa, sko. Ég hef líka viljað lengi hérna að vera með lobby þar sem er enga byssur. Það er bara pickaxe. Bara pickaxe? No build eða build? Já, annarkort, kannski no build. Þú ert bara með pickaxe. Þú ert bara með pickaxe og já. Ertu farið skjöld eða? Þetta yrði bara basically mode sem væri bara svona litli leikir. 1 væri bara pickaxe. Já. Númer 2 leikur væri bara eitthvað annað, skilur við. Bara pistols. Já. Bara snipers. Já, bara, þú veist, allir með 4.000 í líf. Já. Ef það er hægt. 4.000. Þú veist, bara eitthvað svona öðruvísi, sko. Hvað? Eitthvað stendur í storminu hinn með alla leikinn bara. Já, þú veist, við þurfum að senda post bara, ég þarf bara að fljúa. Þetta er spurning hvernig medkitið forritast við það, eitthvað með 4.000 líf, er það þá að medkita 4.000 lífið hérna? Það er spurning, sko. Annars þurfum við bara að færa þetta yfir í Roblox eða eitthvað, sko. Það er hægt að gera held ég allt þar, sko. Já, Roblox er bara ekki skemmtilegt, sko. Nei, ég spilaði nú að ganni hérna CS í Roblox
það var gaman. Já, það gengur en ef ég ætla að spila CS, þá spila ég bara CS. Já, það er rétt. Jú. En endilega neglið inn á Discord. Það er Discord samfélag sem heitir Fortnite Ísland. Þið getið fundið það meðal annars inn á Gamer eða Rís, held ég. Já, rútlega inn á rafíþróttir.is líka, sko. Já, rafíþróttir.is. Komið í samfélagi og neglið inn einhverju hvað þið viljið. Þegar við gerum ekkert nema, þú veist, þegar það er ekki náhugið, þá náttúrulega bara gæti þess að bara verið heima núna. Já, ég veit, þú veist, það þarf að vera áhugi hjá fólkinu til að halda þessu gangandi. Minnst að kosti 1. Ef einn er að horfa, þá er ég til í að streyma henni í 2 tíma. Já. Það er ekki meira. Ég náttúrulega strengt bara heimann í örgulega 4 tíma fyrir einn gæja, sko, en Já. ég veit ekki með að mæti í stúdíó og gera það fyrir einn. Nei. Það er eitthvað sem það var að skoða. Hvernig er staðan á strætógæðanum? Er hann eitthvað... Þetta hlýtur að fara að koma, sko. Nú, það er... Já. Strætóbílstjórinn er með veiki. Já. Það er verið að skiptum... Það er búin að vera að ná í einhvern sem var í fríi. Hann fór veikur heim. Þannig að það er smá í hann er að keyra. Já, smá í hann. Spurning hvort við jöppum hérna aðeins áfram. Ef þetta er eitthvað alvarlegt mál, þá mögulega tökum við smá pásu. En ég ætla að ná með hann, þá höldum við áfram að spjalla. Og við erum búin að tala allt og ekkert. Er eitthvað ekki ungi hérna á bak við okkur? Er einhver að spila einhvern skemmtilega leik? Ég sé League of Legends inn í hóndinni, mínir menn. Já, ég sé ekki Fortnite-una en það er alveg slatta manns hérna. Ég sé alveg minnst okkur 15 vera að spila eitthvað. Já. Spurning hvort við fáum bara einhver hérna inn í stúdíóið í viðtal. Já. Bara engar fossatir. Ef við ekki að ringja í Óla bara, hann er alltaf að tala um að hann er múin að gera hellinga einhverju arína-auglýsingum hérna. Já, ok. Hann vildi endilega koma live með okkur þegar við vorum með League of Legends útsendingu hérna í haust. Ekki bara að fá hann með. Jú, það þarf bara að fá hann í bara á, þú veist, herðu, hvað með að taka bara viðtal við einhvern á Discord, er það hægt? Já, er einhver við á Discord sem við getum fengið? Það verður nú gaman að tala með. Já, fá Viss eða iCristo eða... Já, ég væri alveg til í að tala við Viss ef hann er út í tenni, sko. Já, ég sendi bara á hann. Snöggvast, heyrum í honum. En annars vonandi fyrir þetta allt svona aðlagast. Tæknilegir erfiðleikar eru klassískt í þessi rafíþróttabrands okkar. Já, þetta er flókið system sem það þarf að fara í gegnum eins og við vorum að tala um á. Fortnite leifir ekkert rosa mikið, þú veist, að telja stig og maður þarf að fara í einhver svona alls konar, hvað maður segja, svona velja einhver aðra mögulega, einhver svona þriðja aðala til að telja stiginn og það er alltaf að tengja þetta eitthvað saman. Já, þetta er akkurat partur af þessu en síðan er svo margt sem að getur einhvern veginn farið úrskeiðis í þessu bransa því að það þarf ekki meira en að rafmagni detti út einhver staðar og þá er einhvern veginn allt í keiða, sko. Já, það væri náttúrulega, herðu, Viss og Krista ætla að koma. Já. Ég spurning hvort að útsendingastjórinn okkar sé ekki með þetta á hreinu. Já, getur hringt í það á Discord og hendið mig upp á skjáin eða? Fáum hérna að tala við fyrsta sætið, það er gaman. Já, það er gaman. Við fáum að ræða þess við og sjá af hverju fólk er svona hrætt við að taka slæginn á móti. Já, og við þurfum eiginlega að spyrja út í þarna músastrattið, sko. Já, þú nefnir það, sko. Þetta er svona dót sem að ég tók þegar ég var að spila solos þegar það voru 100 manns á mappinu, skilur við henn. Já. Ég veit ekki með 30 manns á mappinu og í duos móti, sko. Það er svona, þetta er ákveðistratt. Já, hvað segir Finni? Er þetta möguleiki? Útsendingarstjórinn okkar? Já, hann er í einhverju basli að reyna að laga leikinn, þannig að komast í hann sem fyrst líka. Hann er náttúrulega bara einnan á bakvið. Maður er venjulega með 2 til 4, sko. Ég hef séð 4 hérna inn á bakvið, sko. Já. Þar að meðan þegar ég er hérna inn á bakvið að sjá framhaldsskólamóti, þá voru stundu 4 hérna. Ég var að sjá mótastjórnina og síðan var ég með 2 ops og 1 útsendingastjóra, sko. Já.
Við verðum eiginlega að fá hann í gegnum tölvuna. Ég er ekki að ringja hann í símanum. Nei, þú ert ekki að fara að hringja henni síma, við verðum að fá hann hérna með okkur á skjáinni eða eitthvað svoleiðis, sko. Já, Það, þá bara, sko, það er svolítið erfitt að vera eitthvað, já, ég ætla að fara beint í að klára þetta, negli þetta viðtal á meðan allt er rugli. já, við bara býðum salla rólegir, Já, þetta kemur allt, ég trú ekki öðru, sko. nei, og núna, þetta er senasta vikan hérna í Fortnite. Já. Þú ert náttúrulega að lýsa Rocket League Og League of Legends? League of Legends. Já. Ertu líklegur að koma aftur í Fortnite? Nei, Nei, þannig að það gæti mögulega verið bara síðasta streymið þitt. já, geti alveg verið, sko. Þú- Ég eiginlega kom hérna inn til að bjarga málunum eins og hefur kannski heyrst í gegnum þessi streymið, þá spilaði ég ekkert leikinn voða mikið í dag. Nei. Þó ég var mikill Fortnite maður fyrst í svona 2-3 árin sem hann var. Já, Þá datt ég út frekar mikið eftir það, en svona pikka hann upp svona einu sinni þegar einhver vinur sendir á mann ekki kominn tími á smá Fortnite sess. já, það er, ég er Já. sama stað, sko. Já, eða kannski- OG Fortnite þegar það kom, sko. OG Fortnite, herðu, Erum við að fá þetta upp? hvað er að gerast? Ég hérna að reyna að standa bjæjund, en gæti verið að það hefur verið eitthvað gamalt bara. Nú gaman að sjá sér svona tvisvar. Já, Reynda að horfa á skjáinn og þannig að horfið framan í þig. þetta er of fljótt, þetta er live, sko. Ég sé smá delay. Já, síðan getum við hort svona til liða. Þarna er þetta, Já, já. Adam, á hann sinni 7, það er stóra spurningi líka. Veit ekki hversu gamall maður þurfti að vera orðin til þess. En ég er alltaf að flesti Fortnite spilari held ég sé ekki með óamarga krakka. Nei, þeir eru fáir. Við vorum Já. einu sinni með eitt sem var á aldri, sko, hann hétt Þjarkur. Já, Og og átti hann 7 krakka. það, ég glemt að spyrja hann á því, en hann var, ég held að hann hafi verið 40-50 plus, sko. Var elsti spilarinn okkar. Já, Og við vorum Alvarlegt. einmitt að tala um það að hann fjall eins og úr snemma í þriðja leik og við vorum að tala um að það væri bara gott því að þá getur hann komið sér í hátinn. svo skemmtilegur, Já. yndislegur. Mjög næs við alla spilarinn okkar. Já. Hann er hérna, hann er reglulega í, ég held að hann sé eigandi SS-pilsur, ef ég er ekki að bylla. Eigandi SS pilsur. Eða eitthvað inn í því. Sæll. Hátsettu maður. Já, þetta fengið sér pulsu bara. Ég trú ekki eins og ég hef sagt pulsu. Já, þú varst að segja að þú væri frá Akureyri. Já, þetta var eitthvað- Þetta gekk ekki. Nei, þetta er örugglega fyrst skipt sem ég hef bara óvart sagt þetta, sko. Já. Ég skammast mín. Tekið þetta tilbaka. Ég er þetta að skipa live-inu, eða? Þannig að við erum með 3 mínútur delay, þannig að enda þetta núna. Enda þetta og koma aftur. Já. Já, er viss á leiðin á línuna? Allt frosi á viss. Herri, þetta er greinilega líka í gangi á Tenerife. Já, spurning hvort það stríðið sé bara byrjað. Að Já. þeir byrjaði að slökka á rafmagninu. Sko, ekki það að ég fylgist mikið með þessu stríði, Nei. en ég var að sjá skemmtilegt, ekkert skemmtilegt, en áhugavert það, svona, hvað var mikið AI generated svona í kringum þetta. Já, þú veist. Fólk búið að taka myndir, bara Google Maps, eitthvað svona myndir af húsum og bara búin að generata eins og þessi búið að sprengja þér og okkur. Já, akkurat. Það er nefnilega fullt af einhverju falsferðinu núna. Það verður nefnilega, það verður bara, Þetta er orðið bara, þetta er vandamál fyrir þá að díla við það, því að þeir veit ekki hvað er Mhm. alvöru. nei, ándjók, sko. Þetta verður líka bara verð, held ég, með tímanum, sko. Hvað þetta er orðið gott núna? Já, þetta er, AI má alveg stoppa þróunina núna, þetta er komið fínt. Við Nei, getum frekar spurt þá í staðin fyrir Google og það er allt sem við þurfum, held ég bara. já, mér finnst, ég er á vagninum samt, ég noti þetta mjög mikið. Ég elska þetta sé að vera betra og betra. Mér finnst þetta bara að vera komið á þann stað, þetta er bara mjög fínt, sko. Þetta er að, Ég þarf ekkert meira, sko. ég þarf meira. Já, Ég vil bara, mér finnst það óþarri, sko, ég er líka, mentaði töluleika gerðu og já, margir félagar mínir mentaðir í svipuðum greinum og þannig að það er
Þetta ekkert rosa skemmtilegt fyrir þann bransan. Nei, þú getur bara að tala hvað þú vilt og það er komið í kóða. Já, það ekki mjög gaman. Það er sérstaklega það sem að, veist, eins og var alltaf sagt, það var djókast fyrst þegar þetta AI-dót var að koma, að þessi yfirmenn kunni ekkert að biðja það sem þeir vilja. Þannig að þetta verður ógeðslega fyndið að horfa á hvernig AI reynir að lesa úr þessu. En er þetta ekki þannig fyrir forritara? Ég var alltaf að hugsa þetta. Þegar að þetta bara, ef ég væri forritari, þá væri ég bara, let's go. Ég væri búin að gefa búa til einhvern leik, skilur. Þú segist vera menntaður í leikjaforritun. Hefur þú gefið leik? Bara einhverju svona, online leiki. Já, ok. Bara, svona IO-leiki, klassíska. Hérna apps eða? Já, þetta er bara á vefnum, sko. Ekkert í síma eða neitt svoleið, sko. Nei, ok. En ertu með eitthvað svona hugmyndir af leikjum? Við erum kannski bara að fara að byggja nýja Fortnite. Já, nýja Fortnite, ég veit ekki, sko, Fortnite er náttúrulega, ég held að ég hafi búin að minnast á það áður. Þetta er svona testleikurinn af Unreal Engine fyrir Epic Games. Já. Það er ástæðan af hverju það er svona mikið í Fortnite, er af því að Epic Games er bara að testa, leikja vélina á bakvið þetta. Já, bara hvað get ég tróðið miklu inn? Já, hvað get ég gert mikið með þetta? Hversu mikið get ég breytt? Hversu smooth eru hreyfingarnar? Síðan færa þær yfir í aðra leiki og eitthvað. Ok. Já, ég allan að eins og ég bý stund til tónlist og svona, þú veist, allt svona sem hjálpa manni að búa til einhvers konar sköpun, saman hvort það sé orðið AI eða eitthvað forrit, er það ekki bara gott eða? Þetta fer svo mikið eftir af því að AI náttúrulega... Nei, býtu! Eru að fá þetta? Halló? Ég heyrði eitthvað. Ég heyrði eitthvað líka. Hæ. Sælir? Hæ, þetta er ekki að frósi, sko. Hver er þetta? Viss? Kristó. Kristó. Þetta er ekki að frósi, sko. Já. Við heyrum í þér allan, Við heyrum í þér. Já, ok. Þannig að það ættum við ekki að bara spjalla en við svo lengi myndaðir. Við ætlum nú að fá báða en við tölum þá bara við Kristó. Kannski fyrsta spurningin, þannig að músagildrustrattið, hver var með hugmyndina fyrir því? Ég held að veit ekki eins og hvað er að tala um. Nei, ég er að pæla hvort hann hafi dottið út þetta komið. Það er mjög erfitt að tala við einhvern þegar hefur ekki hugmynd hvort hann sé þarna ennþá eða ekki. Er það hana? Má ég tæ? Sælir? Þetta er frostnað aftur. Já. Já, hæ. Ok, fyrsta spurningin er hérna músagildrustrattið. Hver átti hugmyndina af því? Það var hann Viss. Nú? Og hvað var ákveðið? Ég sá þarna að þið Það var bara ekkert að gera, sko. Þið opnið ekki kistuna. Þið voru bara að veiða. Já. Hvað er þið baðmættir? Ég held ekki, sko. Nei. Já, ok. Þú kannski veist betur en við, en er Viss á Tenerife? Jóp, hann er á Tenerife. Ok. Hvað, ert þú inn á Íslandi bara? Já. Ok. Ertu dottinn út eða ertu inn á þá? Hann er eiginlega. Já. Ein pæling. Veistu af hverju það berst engi við ykkur toppinn í svona síðustu hringjóðum? Já, þið bara þú ekki að koma upp. Bara þú ekki? Já. Við fengum í eyra áðan að þú varst með Sigmari sem dúó. Er það rétt? Áður? Já, ok. Ég maður þekka Sigmar lengi, sko. Og var bara ákvörðun núna að prófa að vera í sikkur læginu, eða? Já. Ok. Það var bara að taka betri spilarar með þér, eða? Já. Var hann of þungur, Sigmar? Sigmar var óþungur. Æ. Það var að skjóta hérna. Ertu komin í lobby, spyr framlýsing? Það er 33 kjút. Ert þú í því? Ert þú komin í lobby, Kristó? Nei, herri. Nei. Við mistum hann, en við fengum svör við einhverjum spurningum. Já. Það var greinilega, Viss sem kom með músagildrustrattið, hann er á Tenerife og... Heyri mér það? Já, hann er aftur. Ertu komin inn í lobbyið? Ég er komin í lobbyið, sko. Já. Það er 33 kjút. Ok. 33 kjút? Já, við erum núna bara að fara í leik, sko.
Já. Ok. Hljóma vel, þá segjum við bara takk fyrir þetta stutta viðtal og Já. við sjáum þið bara inn í leiknum, gáðu vel. Já, takk fyrir sem við. Já. Við vorum konir svo skemmtilegt spjall gervigreind. Já, ég veist, þetta bara fínt. Ég vil komast inn í leikið, ég veit ekki með þig, en ég held að fólki heima sé allan orðið þreytt á okkur að bullum gervigreind og eitthvað slíkt. Já. En við erum komin að stað, þannig að ég vil ekki bara hendi í leikinn. Jú, en þetta er, þú veist, kannski gott fyrir einhverja því að kannski einhverju bara með leyfi að horfa á þessa 3 leiki og svo bara komin háttatími og ef að streymið er búið að lengjast, skilur, þá fá þeir að vaka lengur. Þannig að það er aldrei að vita, en við erum kominir inn í annan leikinn og við ætlum að fara að lýsa honum. Sko, skólafólkið þarf náttúrulega að vera tilbúið fyrir frís á morgun. Þeir með ekkert fara að sofa alltaf seint. Já, minna. Veitar þetta ekkert hvort það sé einhverju sem er að keppa í frís að horfa á þetta, en ég vona það. Gaman. Já, það er allir aldrei að horfa á þetta. Já, ég full að trúa því. Það er meira hvort að Rocket League, Counter-Strike og Mario Kart spilarar úr framhaldsskólum sé að spila og fylgjast með Fortnite. Já, það, þú veist. What? Við vildum sjá hérna auglýsinguna einu sinni enn. Já, við óvart hoppuðum aftur í hana, eitthvað smá vesen. En við skiptum aftur yfir í, hérna, Steina. Herru, þeir getur bara, Steppi er í vesinni! Steppi strax kon í slag. Új, Það er að fara! Tekur Hlinsá úr. Tekur engan skafa þegar Hlinsi kemur aðalum Steini. Hann var fyrir neðan. Gumsi er 1 á móti en 2, spurning hvað hann gerir, Nei, hann húsinu hoppar kemur, bara já. upp í það hann einhvern veginn. Þetta var ekki það sem hann þurfti að gera, en Nei. Steppi og Steini komið með fyrstu 2 fellunar. Já, Hlinsi og Gumsi fá núna hérna góðan tími að fara að endurhugsa hvað þeir voru að gera. Ég held að hann hafi verið að tala um að það verið 33 kjút. Síðan er það 31 inn í þessu lobby. Já. Og líka það aftur eru 31. Er einhver solo? Það er einhver solo greinlega. Það er einhver bara með riding solo og Q í replay. Kannski aðeins og gammalt lag. Geggjalega sem. Já. Hérna er einmitt Bjarki Panda og Trill sem ég var að leita nafninu af áðan. Trillmundur, alltaf hann sé Tristur heima hjá þessu. Þetta er eiginlega verið. Spurning hvort aðeins ég kallaði Trilli líka. Já. Trilli. Alltaf Trilla, sko. Já. Alltaf Trillinni. Já. Þeir þurfum kannski bara að taka hann í viðtal og spyrja. Já. Lætum mér smá vesinu aftur að fáum annað viðtal. Já. Af því að það gekk svo vel hérna á. Já. Það eru Ingo og Geitin eru kannski að fara að lenda í slaginu. Þeir eru með þarna. Hvar eru þeir? Nú, ok. Það var búið að skjóta á Geitina. Það hefur greinilega ekkert gert. Búinn að færa sig eitthvað. Leist vel að þetta, golfvöllur. Já. Hákon er að læðast inn að áttina að Sigmari og Möxi. Virðist örugglega verið búin að sjá þá með hvernig hann er að labba, en er Möxi og félagar búin að sjá? Þeir allan er ekkert eitthvað í varnarstöðu. Nei, það er ekkert víst að það er. En Dr. Hákon er að læðast inn bara eins og hann sé að, þú veist, klukkan sé 3 um nóttina, hann er að ná í Seriós í ískapinn. Klassist. Klassíst, hann hafi Seriós inn í ískapinn. Já. Búinn að hella í skálina áður og fer að sofa. Já, veistu þess að þú voru að vakna. Áttaðið bara á því, ég hef bara orðin,
Það er reyndar eitthvað sem að pabbi hefði þurft að læra, sko. Já, bara vera Gerði þetta tilbúin hver einustu nótt. Við erum með skálinu tilbúna. Já, hann þurfti ekki að vekja alla á heimilinu. Það er bara... Það er verið að hrista hann að seriósbyggja. Herðu. Jú, Möxi er búinn að finna hann. Vá, fljótur að spotta þetta. Spurning hvað Og fram og tilbaka, en Möxi er maður sem lendir í versta staðnum. Og Sigmar segir bara, nei, þetta var nú vitleysa, ég er farinn. Möxi aðeins ákveðin þarna. Tekur nokkuð skot. Búið með skjöldin. Fleiri skot að koma. Herðu, þú bara að lenda. Akkur ertu ekki farin niður? Þeir eru fallnir. TikTok, Möxi og Sigmar. Þeir, sko, ég veit að stigataflan var í rústi, Bíddu. en þeir hljóta hafa verið ofalega. Manstu predictionu mitt? Ég sagði að þeir myndi falla. Já, þú talaði um það að þeir myndi ekki enda í topp. Já, ég talaði um Veltrix og félaga. Já, þeir myndi koma upp. Já, það. Já, þeir eru í þriðasæti eftir fyrsta leikinn. Þannig að þeir eru að fara að falla niður núna. Já, spurning. Ég allan spáði Veltrix og Þorra í topp 3. Dr. Hákon og félaga og Kristó og Viss. Já. En Möxi og þeir, það er náttúrulega eitt leikur eftir. Þorri, hana. Það er mikið Veltrix. rætt. Hvað myndavél af dæmið á þetta maður? Ég veit það ekki. En hann nær Hvað er að niður gerast? Máni King. Þannig. Hann feldi Mána og kláraði hann. Snöggvast. Já, þvílíkt reynd. Sér maður ekki lengur hvað var langt frá. Það var alltaf þannig. Ég held ekki. Það var gaman. Það var frábært í mann þegar allir voru að berjast að reyna að vera með lengsta snæperskoti. 200 plus snæperskot, það var legendary. Sko, fólk var að ná yfir 1000 þetta. Var það real eða? Ég bara veit það ekki. Það var allavega klippuna sem var alltaf verið að tala um hann á World Record eitthvað dæmi. En gæinn, þú hættir að renderast eftir eitthvað 350 metra eða eitthvað skilur við. Þó að þú hættir að renderast. Nei, ég held að sé bara ekki hægt að sjá lengra sko. Já, skotið. Ég hefði skotið fyrr ætti að fara lengra samt. Af því að þú skýtur bara aðeins ofar og skýtur bara yfir mappið þó þú sjáir ekki hvert þú ert að skjóta. Já, það er kannski. Jú, það getur verið möguleiki. Ég held að það voru allavega að það voru einhverjum sem að gera þetta í svona fyrstu custom leikjunum þegar þú gast opnað bara svona custom leikjum. Já. Testuðu þetta, skutt hvern annan svona allavega yfir 500 metra. Já, ok. Já, ok. Þó að þeir sáu ekkert hvort annað, þeir bara pinguðu mappið. Já. En ég man, það voru einhverjir að ná lengstu fellinu og þá settu þér hérna C4 sikkur meginn í mappinu og það var heldur náð 5.000 eða eitthvað. Já. Getur það ekki snæperskoti farið yfir 1000? Já, en C4-in er náttúrulega... Já, þú veist, jú, hlýtur að vera. Hvar er AI-in? Getur ekki spurt hann? Já, nákvæmlega. En kannski er AI bara með það villust. Kannski heldur hann að eitthvað gerfi hafi verið alveg dótið. Já, búið að segja það einhvers staðar og hann bara, já, það stendur hérna. Það stendur hérna. Já, maður er ekki alltaf að treysta á AI. Nei. Þeir geta stundur logið að manni. Já. Síðan þegar maður leiðréttir á, þá er það bara, já, þú hefur það rétt fyrir þér. So sorry. Já, það eru svolítið yes-menn, sko. Það fer eftir hvað AI þú notar, sko. Þeir eru mismunandi. Já. Chattarinn er klárlega yes-menn, sko. Já, það er það sem ég nota mest, sko. Já. Nei, það var reyndar hérna sérstaklega 4.0 var eitthvað svona fáránlegt yes-mann. Nei, Kristó að taka Johnny Hawkins. Nei. Eitthvað í gangi. Þegar við kíkjum á Þorra og Veltrix. Finna sér góða runna. Þetta er pínu klassist hjá FH-bræðrunum. Já, en séru þeir eru eldan. Og segir Kristó. Kristó er að elda Kristó. Leipur hérna áfram upp fjallið. Segir Kristó er komin hinum meginn, byrju. Þetta? Herðu. Hann næri sig. Hann er komin. Nei. Hann náði að fela sig. Vel spila hjá hann maður. En... Það byrju, hvar er Viss? Ó. Viss er fljúandi.
Ó, Sigrid. Nei, hann næri sig. Gert. Hann er farinn. Hann hefur jetpackið. Vill hann jetpack? Er hann ekki að horfa á hann? Næstu. Nei. Hvað er að gerast? Það hlýtur að vera komin bus núna. Já, þeir verðast ekki... Þeir verðast ekki að vera eldan. Nei. Hann allan fæði sér bara smá skjöld í rólega heitum til þess að vera komin úr hættu jólaálfurinn Akkur skjóta þér ekki? og Evan Burger horfa hérna á Steina og Steppa. Skjótið! Nei, þeir voru með fullkomi skotan á trénu. Já, mér finnst það að vera hefði getað skotið alveg frekar hratt líka. Ég er hérna bara inn í runnanum. En þeir eru eftir að labba að þeim, það er kannski ástæðan. Eða einhverju aðrir frá bakfeða sem já, það er þessi sem er eftir að labba að þeim. Þú veit það er aðeim. Þeir ættu að sé hann þarna. Ó, það ættu að sjá hvernig annan, ætla hann að Monki lítur að hafa séð Evan hana. Þeir viljast bara vilja spila það mjög safe, en þeir voru báðir með rosalega gott engul hann, þeir hefðu alveg getað örgulega náð honum. En, kannski er þetta eitthvað... Þetta er stratt til að komast í lokarhingin. Ok, til að gefa þeim smá hrós, þeir hefðu verið skotnir í bakið strax svo þetta hefðu komið. Strax svo þeir hefðu farið að skjóta þá hefðu komið skot í bakið frá Monkey og félaga Kjósa hérna í vandræðum. Stuffy, félaga hans í betri stuði. Hann hlýtur að vera sponsaðar þessi, sko. Sponsaðar? Er ekki bara pappans í þessu eða þeim? Það getur þetta verið. Pappans kom og breytti nafnun hans. Já. Nú heitir þú þetta. Ég var ekkert aðeinslega pirraður ef pabbi myndi gera eitthvað svona. Já. Það var svona gott svona seinna meir. Gott ról, sko. Já, þú veist. Það er alveg hlæja þessu einhvern tíðan. Pabbi myndi breyta nafninu mínu yfir í, Leeds-fan eða eitthvað. Þegar að, Kjósa er komin í vandræði, Stuffy voru eftir niður. Luther er hins vegar fyrsti til að falla. F.A. Alex núna 1-2 og miðflokkurinn er búinn að ná honum. Hvað er í gangi? Hann er náist ykkurninni! Þarna hoppa fram og tilbaka og það er að skjóta því bakið þriðja liðið Mike. Alex næra að koma út úr þessu kasta. Hvernig er hann ennþá lífið Alex? Kjósa Þeir eru allir niður. Hvað eru margir? Hvað eru mörg liðið? Þeir eru mjög mörg. 3 held ég. Já, vissi mættur. Og viss er með lykt af blóði, sko. Þannig kemur að Kristó nær Stuffy. Klára líka miðflokkinn. Það var fljótt og nú er að færa sig yfir. Sacred Kristó var að respawna Johnny sem að lendir strax í því að vera skotinn að sömu mönnum og tók hans fyrst út. Það er verið að farma hérna stig. Þeir eru komin með 4 stig bara frá Johnny. Þetta er verið mínus á Johnny, sko. Já. Þeir nenni ekki eins og ná honum við. Nei, náði tótið hans. Þeir vilja Kristó líka. Nei, ekki Kristó aftur að fara að ná að fela sig. Nei, hann sér hann hérna, hann spottar. Hann sér hann ekki. Ha? Jú, horfðu þið hring? Hann skýtur. Hann er Sacred Kristó. Hvert fór hann? Herra, hann er líka í Kristó liður. Hvað? 600 IQ hennar og nær sig að fljúga í burtu líka. Nei, það er einhver annar sem að skauta í Kristó þetta. Þeir eru að skjóta hana með þeim. Sér það, hann hefur verið að reyna að skjóta í Kristó frá hliðinni. Bjarki og Trillmyndur eru hérna niðri. Þetta er leikurinn sem ég vildi sjá frá Viss og í Kristó. Þeir eru að sækja fellinar í þetta skipti. Skipti koma niður. Herra, hérna felli Johnny loksins. Þeir leiði hann bara liggja hana í smá tíma. Kristó einhvern veginn nær að hitta þessum skotum. Þeir eru komnir í storminn, þannig að þeir þurfa að færa sig. Byrjar að tikka, alveg slatta hér. Og fingurinn er að verða frekar lítill. Rétt kemst þarna. Vá. En hvað er að gerast hjá Sacred Kristó? Hann er að
ná einhvern veginn að sleppa hérna hægri vinstri. Hann er bara flinkasti félumæðurinn, sko. Ætti að keppa í hérna féluleik. Er það ekki hægt að keppa í því einhvers staðar? Bandar ekki nógu rugl til að taka svoleiðis kepp. Vá, þeir fá allir hringinn. Það er eiginlega bara á hringnum, sko. Það eru allir inn í hring. Hvað byllir það? Nema að eitt lið þannig rétt fyrir utan. Reyna að koma sér inn. Já. Eitt lið sem er ekki með hringinn. Það eru King Dísa á þeir, en þeir eru held ég að koma sér inn núna. Það er Kristófinn að það með fyrst til að fá sér helð þegar hann vil. 12 lið eftir. Aðeins 4 lið fallin. Já, þeir eru bara að byggja fyrir droppið. Þeir eru alltaf að ná í það áður eða taka næsta slag. En einhvern veginn enginn að pressa, þeir bara fá þetta í rólegheitum. Já, það er Kristóf fær bara medkita og halda fyrstnum. Hann er með valkviða. Kasta bara medkita, af hverju tekur það ekki? Eða hann er að leyfa viss að taka það. Nú er spurning hvert hringurinn fer. Það er Kristóf allan að hljóma að viðtalinu eins og hann sé mjög rólegur gæi. Þannig að En það gæti verið að viss hafi bara sagt honum að gefa honum medkiti. Fá þarna næstuð í hringinn. Já, jólaálurinn í góðum stað. Sjáu hérna Viss og Krista vinstra megin. Þeir eru fyrstir að koma sér góða stöðu. Viss fer með þessi inn í hringinn. Hvað er hann að sækja? Hákon og Riss hann lengst í burtu. Það er ekki skemmtilegt fyrir þá að reyna að fljúga hérna yfir, en Þeir eru þeir byrjaðir. taka sénsinn. Skýtur enginn. Þannig að loksus kemur eitthvað hljóð á skoti. Það er Kristó Viss sem er að skjóta. Herðu, Sonic! Nei. Hann Veitu hvað? Pax fellur. Hvað var það? Chris Riss náðunum. Já, þannig að inni. Vá. Ég veit það ekki. Þú voru hann inn í bóksinu. Kristó Viss að koma góð skot. Hann að fara eru. Þetta lítur ekkert rosalega vel út. Allir aðrir að detta hérna niður í hólu bara fyrir framan á Elite. Fellur, ég veit ekki hvort það hafi verið af skada frá storminum eða hvað. Þorri nær einum, Veltrix nær að klára hann. Goat dottin út. Ingo tekið niður Kristó, ríkilega góð skot. En við erum að lenda í sömu sögu. Þetta er orðið leiðilegt. Þurfum að fá einhvern upp. Ég er að segja að Veltrix og Þorri þurfa að taka skrefið. Sko. Þetta eru drengir sem að þið eru vanir að vera á toppnum. Farið upp á toppinn. Já, það er rétt. Nú er stormurinn á stað. Kristó og Viss enda með toppinn. Burger, mjög lár. Hákon feldur. Jólaálfurinn fellur líka. Lúther fellur af Þorra. Adam Borger fellur af Veltrix. Fullt af skotum innan fram og tilbaka. Kæra og dottin út. Þorri nálægt í að falla en lifir rétt svo af. Núna getið þið skotið á niður. Þeir eru ekki með mikið til að halda sér hann uppi. En það er bara enginn að horfa upp. Og allir að horfa bara fyrir fram að sig. Það er enginn að pæla í þessum tveim hérna sem að skjóta og skjóta og skjóta. King Dísa nær sikkert Kristó loksins, maðurinn sem hafa búinn að ná að fela sig allan leikinn. Það er Kristó hoppar aðeins lengur niður. Heldur áfram skotunum, nær Bjarka down. Veltrix er að reyna að hoppa sig hérna inn. Þetta Viss enda á toppnum. Er það Kristó? Er það Kristó? Og Viss er náttúrulega búinn að koma sér hinum meginn fyrir á toppnum. Þeir halda áfram að skjóta.
Mætti halda þeir væri með endaleg skot í þessum byssum. Þorri fellur steppi, Kristó tekur út Trilmund, King Dísa fellur Korra. Viss klára Þorra síðan. Þannig að Veltrix einn. Steppi og Steini, Steppi fallinn, Steini einn eftir líka, ekki nema að ná að pikka hann einhvern veginn upp. Mjög ólíklegt í þessari skotríð. Veltrix reyna að færa sig hérna, tekur Steini fallinn. skot, Steini fellur. Fyrir að Steppi gerir það líka loksins eftir að hafa verið down mjög lengi. King Dís og Chris Riss hérna í sama boxi einhvern veginn. Og meðan Viss og Kristó að reyna að finna ekki Veltrix hann einhverstaðar líka. Jú, hann hann fyrir neðan. Hann með Viss hoppa niður. Timbur. Veltrix að ná í góð stig. Og skotið hann að Kristó. Veltrix hoppar upp. Veltrix er komið toppinn. Nei, hver aftur niður. Þorir ekki að reyna að halda þessu á móti Kristó og Viss. Sem ég skil af því að þeir eru tveir, en þetta hefði þurft að gera fyrir lengu. Hann má ekki vera inn í storminu svo lengi. Líklegast falli núna, hann á ekkert. Hann kemst ekki neitt. Jú, nær að hoppa, Nær en fellur Kristó fær það. King Dísa og Chris Riss. Chris Riss bara að hýla sig hérna fyrir utan stormin. Spurning hvort það að taka jetpackinn inn. Úff, missir hann að slatta. Ennþá með 1 medkit í loftinu. Og King Dísa að fela sinni í húsinu. Þeir eru bara hættir að spá í Chris Riss. Chris Riss að kaupa! Nær hann ykkur hér, eða? Hann er að kaupa sér líf allan. Heldur sér gangandi, hann er að reyna að endast lengur heldur en King Dísa. Og þarna fer King Dísa, Chris Riss er að taka annarsæti með því að halda sér aðeins lengur á lífi. En við erum að fá nákvæmlega sama dótið nema ennþá fleiri fellur. Þeir eru með 12 í þetta skipti. Þeir hætti ekki, sko. Þeir eru bara ætla að taka hérna fyrsta setið. Þetta er orðið leiðileg saga, sko. Já, ég held að þetta sé orðið bara langt öruggt, sko. Þeir geta þess vegna bara loggast út núna, held ég, sko. Þeir mætti að halda það meðan við þennan leik. Já, en við ætlum að taka bara örstutt á pásu og svo neglum við okkur beint inn í þriðja og síðasta leikinn í kvöld. Þannig að standið upp og fara á klósettið, fáið okkur pop, fáið okkur eitthvað lúk mögulega, farið hérna elko og skora liðið smá og við sjáum okkur eitt smá. Ég held að ég geti aðstofa ykkur. Og síðan hittumst við aftur á miðleið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Saman gerum við lífið skemmtilegra. Luka, 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 Luka. Na, 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 na. Luka, 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 Luka. Na, 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 na. Luka, 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 Luka.
Ég veit að við erum live. Ég er að taka útvarni hérna sjónvarpsskæðan á þetta. Herru, velkomin áttur skæðan. Annar leikurinn var að klárast og auðvitað taka vissa Kristóða. Þeir eru bara komnir með þokkalega fórustu. Ég held við höfum verið að sneak peeka þarna áðan. Ég held við varum komið 90 stig fyrir daginn í dag. Væri kannski gaman ef við getum fengið stigatöflunum til að sjá svona annað og þriðja sæti, hvernig þetta lítur út fyrir síðasta leikinn. Það er 1 leikur eftir og þetta er samt bara alltaf sama. Þú veist, þeir fara á toppinn en fá að sjá stigatöfluna. Já. Þetta er sem stíin fyrir leikinn í dag. Nei, hérna, leikinn í dag. Sérðu hver er í öðru? Þetta er svolítið bara, sko, já. Fyrir utan 3. og 4. sæti. Sönni. Ég myndist á þetta áðan að þeir væri með hellingafellir. Þeir voru með 12 fellir í síðustu viku. Sko, já. Ég gleymdi að taka það inn í þegar ég var að reikna þetta. Leið ég sá 12 fellur, þá var ég svona bítu. Hvað er að gerast hérna? Ég svona misti einhvern veginn af þeim að þetta er ekki nöfn sem að ég allavega hef oft held í séð. Chesney er að gera mjög vel sko. Hann lenti í því að vera held ég pína 1 þannig í endan en allavega í leik 2. Já. En Sönni og Chesney er að spila bara mjög flotna leik og sko alveg klálega skilja að vera hana í 3. sæti í dag. Já, þeir gætu haldið þessu nema Þorri og Veltrix ná hérna einhvern veginn 14 eða minnstakosti, neða 15 til að ná yfir á fleiri stigum í seinasta leiknum heldur en Sönni og þeir sem væri náttúrulega geggja fyrir spánuna mína en Topp 5 er eiginlega næstu eins samt og í síðustu viku. Já, nema Möxi og þeir voru í öðru sæti, sko. Þeir eru í 15 núna. Já, ég er að tala um það eru ennþá sömu menn í topp 5 nema það vantar Chris Riss. Nei, Chris Riss er það. Nei, hvern vantar? Vantar ekki einhvern. Það var þetta svona nema bara Ég held að Sönni og þeir hafi verið í 5. Voru þeir í 5? Já, ok. Held það. Já, þá getur þetta séu ennþá bara sömu lið í topp 5 nema það er bara búið að skiptast á milli þeirra hvar í topp 5 þeir eru. Það er rétt. En við sjáum bara Sönni og þeir eru greinilega í fellunum. Þeir eru með mestu fellunar þóttu séu 3. En Kristó og Viss eru náttúrulega sko slátri sem hann efst uppi með 21 fellu. Já, Chris Riss náði náttúrulega mikilvæg öðru sæti í þessum leik sem við vorum að klára. Já. Þannig að það hefur sko það er alltaf að auka 3 stig. Já. Það er fyrir 3. sem að kemur að þeim aðeins fyrir ofan Chesney og Sönni. Það var geggjuð spilumennska hjá honum að fara bara í sjálfsálunum og vera að kaupa sér líf og bíða bara í storminum þannig til hann var orðin safe að ná öðru sætinu. Þó ég hefði náttúrulega viljað sjá hann reyna að taka 1. sæti. Já, hann hefði þurft sko, mér sýndist hann vera að kaupa bara líf ekki medkit. Stundum getur maður keypt medkit, hann getur keypt 3 þannig. Þá hefði hann fengið auka 30 sekundur í storminu sko, þá hefði við kannski verið að tala um eitthvað. Já. En ætlaði Kristó Viss hefði þá ekki keyrt á hann? Já, örugglega. En sko, Veltrix og Þorri voru í ágætri stöðu hann í síðasta hringnum. Já. En bara akkurat þorði ekki upp á móti að Kristó Viss fyrir en að Þorri fjall, Veltrix fór eitthvað upp og síðan var bara að Kristó Viss skutt hann aftur niður einhvern veginn. Já, þeir voru einhvern veginn alltaf í einhverju svona vesinni eða svona erfiðari stöðu í að loka hringjónum. Náðu einhvern veginn aldrei að anda, voru alltaf bara undir pressu og náðu ekki að komast eins langt og þeir eru kannski vildu. En þeir eru samt ekki alveg, við getum ekki skrifað út strax og eins og við tölum þeir hafa staðið sér mjög vel í sínum árgang. Þeir eru náttúrulega mjög ungir, þessu drengir. Já, ég veit ekkert hver aldurinn er að restina þessu pakki en það væri gaman að hafa kannski aldur líka einhvern tímann, þannig að við sjáum svona aldurinn skipt. Því að ég var alveg til í að vera með upplýsingar eins og þegar Þjarkur var að spila, hann var í 40+. Já, akkurat. Vera með allavega svona upplýsingar kannski, já þá kannski bara hversu lengi við búin að spila leikinn. Já. Það er reyndarlega til að sjá það, bara hversu marga klukkutíma. Já, það var hversu mikið. Þessi er hérna búin að vera að gúna hérna í 15.000 klukkutíma í Fortnite. Já, og líka hversu mikið ertu búin að eyða í Fortnite. Við þurfum ekkert að vita það. Það er bara private information. Það væri gott stat. Þurfum ekkert að fara í það. Svona eða alltaf miklu í þennan leik. Já, hvað heldur ég hafi eitt miklu? Örgulega svona 200.000 eða eitthvað. Það eru 0 krónur hjá mér. 0 krónur? Já.
Ég hef ekki eitt krónu í Fortnite. Það er klika. En ástæðan er að þegar ég var að reyna að setja V-Bucks inn í fyrsta skiptið og sló ég orð kortanúmerum mitt 3 sinni vittlust inn, ég var með einhverja tölu vittlusa og þeir bara bönnuðu mig, Já. sem var bara mjög fínt. Já. Þannig að Þú ég bara þurft, getur ekki keypt nei í ég get ekki, það hefur verið giftað mér nokkur skins Já. og ég þurfti að grænda einhver 4-5 seasons bara til þess að ná ballpassunum, af því maður fekk alltaf einhver 300-400 Já, V-Bucks. þú gast alveg rétt, þú gast keypt Battlepassin í gegnum Já, fría. ég grændaði í hálft ára eða eitthvað og þá var ég komið ballpassin og eftir það gæti ég alltaf keypt ballpassin aftur. Já, já. Þannig að ég kom rosa vel út úr Fortnite af því ég veit að ég væri örugglega allan búin eða 100 áskalli, sko. Já, akkurat, ég held að ég var alveg komið nálægt í, sko. Þetta er svo hættulegt þegar maður sér ekki hvað maður er búin að eyða. Nei, ég veit. Það er náttúrulega bara, ætti náttúrulega að vera ólulegt. Já, ég veit ekkert hvað ég er búin að eyða í League of Legends. Ég er búin að eyða meiri pening það en í Fortnite, sko. Já, Talandi það líka, nú er náttúrulega komin svona spilaleikur sem er byggt á League of Legends. já, Þú veist, ég var að kaupa með 5 pakkaði í gær, sko. Jesus. Rúmlega 1000 krónur pakkinn. Spila leikur inn í leiknum þá. Nei, þetta er bara sín eigin leikur. Þetta er bara Já. trading card game sem er byggt á Oh League of my Legends. God. Þetta er bara Já. Riftbound. Já, ok. Þetta er svona eins og Pokémon spil bara. Nema þú ert með League of Legends karaktera. Já, það er mjög nördalegt en það hljóma fyndið. Félagið minn var einmitt líka eins og við kíktum. Það var einhver síða sem hún gast séð hvað var búin að eyða mikið í League of Legends og hann var búin að eyða einhverjum 200-300 kallið eitthvað og við vorum bara í 10. bekk, sko. Ég var bara, Já. hvað er að gerast, sko? Já, það var líka, sko, ég þekki nokkra sem að eiga öll skinnin í League. Þetta er ekki í lagi, sko. Þetta er ekki í lagi. Nei. Ekki En nefnir séð bara. fyrir þetta komðir líka á þann stað, aftur eru búin að eyða svona miklu pening í leikinn, að alltaf þegar kemur nýtt skinn, þá geta það bara rerolla skinnshards og fengið öll nýju skinnin. Já, ok. Ætla að countinu er að sé það orðin gett verðmætur. Þú veist, er fólk að kaupa skins eins og í Fortnite líka til þess að... Sko, eina vandamáli núna er náttúrulega að Riot er að banna alla accounts sem eru keyptir. Riot er bara komin á það að þú mátt ekki, náttúrulega hefur alltaf átt að vera að þú mátt ekki kaupa accounts. Já, það er en- held ég bannað í flestu leikjum, sko. þegar þú Já, segir það. já, en á saman tíma fólk gerir það ennþá Já, já. og þetta er alveg verðmætt dót af því að þeir eru fullt að rare skinnum hana inn á þessum account, sko. Já, það er rétt. Stundum, þetta er nú kannski ekki eins extreme og þeir eru með þetta í Counter-Strike þar sem að þú getur bara keypt skinn á bara eitthvað nokkra milljónir, sko. Já, þú veist, málið samt með Counter-Strike alltaf að þú getur bara keypt skinn af einhverjum öðrum. Já, það ætti að vera þannig. Þú getur ekki bara svona, Þú getur það er engin annar með þann möguleika. Rocket League var með þetta áður en að Epic keipti það. Þá gastu treyta skins, þú gast ekki keypta, Já, já. þú gast treyta fyrir eitthvað annað. Já, mér finnst það alveg ætti að mega, sko. Já, Þegar, þú veist, þetta er bara eins og spil. Akkur má maður ekki treyta. já, akkurat. Það er ángríns bara eins og spil. Þú átt eitthvað flott spil, en þér finnst það ekkert eitthvað geðvægt flott. Og þessi Já. gæi á eitthvað flott spil, þér finnst það miklu flottara en hinn vill þennan, okkur mátt ekki skipta. Akkur ég ekki að vinna fyrir Epic. Já, ég skil það ekki, sko. Ég held að máli sé, hvernig Epic hugsar þetta, þá þurfa fleiri að kaupa. Já, algjörlega. Það er eitthvað svoleiðis. Þú ert ekki komið með þitt uppáhald skinn sem þú kannski bara að treyta fyrir. Þú Já. ert að kaupa eitthvað annað sem þú ert að setja þig við. Já, ég held að þetta er græðki, sko. Já, þeir eru gráðir. Já. Er ekki öll fyrirtæki það í dag með þér? Flestir. Flestir. Það er allavega mjög fáir einhvern veginn eftir sem að eru ekki mjög gráðir, sko. Já, þeir eru, mjög fáir. Ég ætlaði nú að segja eitthvað annað tengt þessu skins og svoleiðis, en það er alveg farið úr mér. Já, það er fínt af því ég held að ég sé að fara að styðast til leikinn. Nú, ok. Hann er bara, þessi gæði sem er skiptið fyrir strætóbílstjórun áðan, hann er bara fínn og ferskur. Já, hann er bara on point. Já, ok. Hefur ekki bara hoppað í hann? Hoppa bara í hann. Þú veist, já, ég ætlaði að fara að Kottu með þetta að fara núna? Ég ætlaði að segja að hann tók ekki eins og kaffipási, hann beið bara í sætinu. Herru, þriði leikur er að hefjast. Núna koma okkur inn í leikinn eftir að breyta eins höndunni hérna hjá okkur. Það kemur allt Svona. eins og, já,
Ingo mættur. Þetta er þetta, ég elska þetta skinn. Sko, ég á þessa reglíf líka. Já, Respekt. Já, sko, Ingo og félaginn hans, hver er það? Einhver sé ég hann ekki. Hendrik. Hendrik er reyndar ekki í sama skinni. Nei. Ingo var að rokka þetta skinn, mæstu, og svo var Hendrik í rauða. Þeir voru geggjaði saman. En eins og Ingo núna, ef hann mætti skipta þessu skinni, þetta er eiginlega verið eitthvað mikið, sko. Þetta spilarar, sjáum sem aðeins hvernig þetta lítur út á kortinu. Já, ok, það eru tveir hérna hlið við hlið. Þetta getur verið slagur. Þetta er Gumsi og Hlinsi aftur og lendi í hérna Steina á félögum. Er þetta ekki bara sami slagur við fengum aðan? Jú. Nákvæmlega sama. Þeir hafa ekkert viljað breyta og þeir hugsa við tökum þetta núna. Ég Hlinsi og Gumsi töpuðu frekar fljótt aðan. En Steppi og Steini. Sko, Steppi er ekki með neitt skjöld, sko. Þetta er kannski vitleysa fyrir hann að vera bara að bíða þarna. Nefnum hann sér bara tilbúin, sko. Ég held að hann sé í rauninni bara að reyna að koma sér úr þessu. Sko, ef að Steini getur komið með skjöld og kastað þessum þarna reik yfir á báða, þá væri það mjög þægilegt hann er að gera það. Já. Það þarf ekki eins og að gefa hann litla skjöldin. Þeir finnir þarna. Það er nokkuð skot. Gumsi að finna stóran skjöld. Já. Getur held þessu í sig. En núna allir 100%. Hvernig spilast þetta? Fáið ekki bara annars slag, er það ekki málið? Þeir klálega tókuð á hann. Já, Gumsi og félagar eru allavega ég held að sé ekkert sáttir með hvernig þetta gekk á hann, sko. Nei, þeir eru svangir í hendina, sko. Hvað er gerst hérna? Ósýnilegur. Það mistur hann af höndinu í henni. Já, bara, Hlinsi hvað er hann er að læðast hérna vinstra megin við. Og meðan hérna Gumsi er hægum. En þeir eru búin að spotta hann Steppi. Þeir vita hann Steini bara! Æ, Kristó er fallinn. Nei! Þorri tók út Æ, Kristó. Sæll. Hvað er að gerast þar? Er viss og þeir í ruglinu eða? Steini. Má ég sjá. Viss er samt ennþá á lífi, sko. Hann er einhvers staðar allt annars þar. Já, meinar. Hann er bara flúið. En þá fyrir við bara í bardaðin hér. Æ, Kristó fallinn einhvers staðar út í... Nei, hann kemst ekki inn. Jú, hann kemst inn! Gott skot. Hlinsi og þeir dansa. Þeir hefna sín. Já, þeir eiga þetta algjörlega skilið að gera smá svona eftir að hafa dáið strax áðan. Ég fíla líka Sinsa og Gumsa að bakka ekki. Þeir falla í leik númer 2 á móti þeim og þeir keyra bara í leik númer 3. Segja bara, herru, við erum ekki bara að bakka, við ætlum að eiga þennan stað, sko. Já, algjörlega. Þetta er almennilegt. Kíkjum að Þorra eftir sem er nú bara í róli hittum hérna alveg endanum á mappinu að skoða hluti. Kíkir hérna niður við eigina, viss. Ætla hann ná ekki upp Æ, Kristó, sko. Kjósa og Stöffi að fá fellur. Eins og vanti hljóð hérna meginn. Og Trill er alltaf hans búinn að sjá Sigmar hann uppi. Mér sýnist það. Sigmar virðist ekkert vera eitthvað... Hann er nú bara slakandi á, sýnist mér. Hvað ætlaði það að gera? Já, Sigmar veit ekki að þeim. Nei, bara hoppað Trill sá hann. Þetta Muxi að koma, hann lætur heyri í sér. Muxi er hérna hinum meginn. Hann flýgur bara til félagsins. Já. Það má gleymi því, þeir eru saman í lið. Boltinn lítur út.
svona vel drift einhvern veginn. Það er bara róli heitt. Göngutúr. Er einhver staður sem þú manst eitthvað svona sérstaklega eftir sem þau bara svona, þú hefðir vilja vera með í alvörunni? Kannski hamburgerstaðurinni eða Bara svona- að borða það. já, bara, þú veist, eitthvað á þessum stuðum að kannski hefur verið að kíkja í Tilted Towers í alvörunni? Já, ef Tilted Towers væri bara, það hefði verið bara einhver skemmtistaður eða eitthvað, niður í bæ, Já, akkurat. eitthvað svoleiðis. Eitthvað svona, já, eða bara eitthvað svona tónlistavenue eða eitthvað. Já, Það geti alveg verið eitthvað kannski. hvað hét aftur hann að hamburgera, sko, það var Tomato Town. Já. Hvað hét aftur hamburgerabærin? Var það ekki Tomato Town eða? Nei, Tomato Town, þetta var tómatur á móti hamburgera. Það var, þú veist, í rauninni pizza á móti hamburgera, því að Tomato Town var hann með stóra tómatinn og burgerinn var hinn meginn, mappinni. Ég man ekki hvað hann hétt, sko. En talandi um burger, það er burgerinn hérna, sko. Já, einn alveg burger. Og Þorri og þeir eru bara hann rétt fyrir ofan á. Veitum hvað það mætist hérna. Það eru álfurinn farin í loftið og Þorri og þeir ættu að hafa séð þá. Nei. Sýnst ekki. Eða hvað? Þeir eru að sýpla hann yfir. Álfurinn er ekki að sjá þá. Hanna, hann lítur að hafa séð hana. Kannski sér hann á þeim bara, nennir ekki að spá þeim. Vill bara komast lengra. Þarf að koma sér inn í hringinn. Veltrix er allan held ég búinn að spotta einhvern annan niðri. Já, nokkuð góð skot, 19. Það er bara að byrja að byggja. Það er svona fleiri skot hann einhvers staðar í kring. Þetta er held ég burgerinn hérna niðri. Nei, þetta er ekki burgerinn. Nei, þeir voru á bakvið það. Hver er þetta? Hann er það langt í burtu, við sjáum það ekki. Veltrix bara með longshotin. Það er Ok. bara eðilegja þetta tré, hún er langar að sjá hvað er í gangi. 14 leið eftir. Sem er óvart að lightbullet sem ég notaði þetta. Burgerinn og þeir eru mættir hérna í slag á móti Hákon og Chris Rish. Lítur út fyrir að Chris Riss og Hákon vilja eiginlega ekkert slægin. Bara að reyna að koma sér yfir í húsið. Új! Gott skot. Nei, hann Á nær Veltrix. að koma sér hérna inn í göngin en Veltrix segir nei. Vá, missir hann að byggja í skada. En nær honum. Sæl. Talvin bara, þú veist. Hann bara var alveg sama. Og hann er langað í þetta. Hann náði það mörgu góðum skotum. Já. Hann er king fellur. Og svo fekk hann lífið fyrir felluna, síðan mér. Já. Tilbaka. Hvað færið mikið? Ég, Er það ekki 50 bara? jú. Trillmundur tekur Sigmar og Möxi tekur Trillmund. Nú er Veltrix undir skotum líka alltaf gerast hérna. Alltaf fara í gang. Mér líst vel á það. Viss að taka hokkinn. Kristóf er komið tilbaka. Möxi klára Bjarka á Trillmund. Það er hann að halda Sigmari. Veltrix kemur sér inn. Sigmar og Möxi. Þetta voru þeir í toppleina. Nei, það voru, jú, fjóruða. Já, Já, fymta. Veltrix og Þór voru fjóra. Það er Kristóf að taka út Sacred Kristóf. Það er Kristóf að sína það. Hann er ennþá besti Kristófinn. Alex að taka nokkur. Steffi nær honum í loftinu. Lúter ætlar ekki einu svona reyna bjargunum. Hann er í algjöru vandræðum sjálfum. Hann lokaður hérna inni. Og hann er líka í 30 skinnið. Það er Góð skoti. góð skoti og segir miðflokknum að bakka. Þetta
að taka báðu skjöld Herri. áður að halda áfram. Viss að missa sig þarna hinum meginn. Tekur báða Clotic spilarina Pax og Cairo. Cristo komin upp aftur eða? Já. Hann Hann komið með fellur. Já, ok. Það var ekki lengi náðan aftur. Smá skýta hann fér. Vorum að vissa því að Luther fér. Það var svo sem. Mátti búast við því. Það er svo mikið að gerast núna. Maður veit Arnar, ekki hvernig maður á að vera. Steffi og Kjósa halda áfram. Arnar kemur sér onni í hólun einhvers staðar. Sjáum hann í King D's hann með. Ég ætla eftir honum. Hann er búinn að loka eftir sér. Já, þú bara brýtur þetta. Já, hann er löngu farinn. Já. Veldrix og Þorri búin að koma sér vel fyrir. Rúli hittum. Það eru Sigmar og Möxi líta ekki vel út. Möxi feldur. Hvað ætlar Sigmar að gera? Hann er bara farinn. En Kristó tekur upp Möxi. Þeir eru nú margir þarna. Talandi hérna Í fellu líka. Já. Hvað heitir það? Talandi Invincible. Þetta er Omniman. Já. Þetta er gott skinn. Þetta er ekki skinn. Það er ekki í Fortnite, svimaði sig. Ég sá að Kim Kardashian var að koma í Fortnite. Er Star Trek líka í Fortnite? Eða er ekki bara Star Wars sem hefur fengið? Ég veit ekki, Avengers, það er allir þættir. Já, ég held að þessi aðalega svona, mjög mikið er þetta Disney-dót. Eða reyndar eitthvað DC líka. Og síðan svona líka eins og Invincible og hérna. Já, Simpsons og Futurama og Er allir. það ekki allt í eigu Disney í dag? Ég veit ekki, herru, þeir eru að koma hérna beint inn í runnan. Nei! Það náðu ekki góðu skotum. Og ákom fellu strax en Chris Rist tekur út Kristó. Það er 1 fyrir 1. Hann fær skoppið, hann ætlar að elta Chris Rist. Nær skotinu. Viss heldur áfram. Hann er ekki sáttur. Þetta verður risastórt fyrir Chris Rist og félagið. Það myndir ná Viss núna. Góð skot hjá Viss. Chris Rist, þetta lítur ekki vel út með hvernig þetta er núna. Hann þarf eiginlega að snúa og verða í sók. Hann reynir. Sko Viss var samt slakur. Hann vil lenda í þessu áður, hann er inn í kassanum. Tekur hann. Það fyrir að Kristó er aftur fallinn og þetta Viss sé bara að fara beint í respawn. Já, hann er á leiðinni. Það er bara hliðin á þeim. Hansons. Það er nú bara hálfgerð svindl. Ekki hægt. Sigmar, þú ert að taka mikið skade á storminum. Hann er hérna lengst inn í storminu. Áir inn í hringnum. Þessi hringur er, herðu, hvað er að gerast hjá okkar manni Nökkva? Ég kíkja hérna aðeins, sjáðu hvernig er á kortinu. Hver er mættur aftur? Kristó er komin á völlinn. Viss náði strax að koma aftur tilbaka. Herðu, það eru allir inn í storminum. Arnar með tjökk-tjökki. Stormurinn er alveg að koma aftur þangað. Það er hringurinn, segi ég. Þannig að þetta er alltaf að færist aftur tilbaka. Þóra Veldrix með highgroundi núna eins og ég. Já, Kristó náttúrulega ekki með mikið lút. Getur eiginlega ekki verið nema að hann sé bara búinn að pikka upp allt sem að var á jörðinni. Sigmar og Möxi. King Dísa að taka út Monkey. Og hvað er Viss að gera? Hann sýnist hann bara vilja fara í þetta. Hann búinn að kalla á. að leita einhverju. Kalla á Kristó. Sem Viss bara ekki að missa neitt. Með alla byssunar aftur. Já, hann er bara komið með, hann er bara fundið allt aftur. Sigmar og félagar komnir í ágæta stöðu þarna uppi. Þeir eru að skjóta núna Viss. Já, þeir gera það. Viss er samt búinn að hoppa. Og sástu Kristó. Af hverju er það að fara niður? Fólk virðist bara vera smeykt við að fara í þessa bardaga. Þetta er hálf-áralegt. Það er bara ef að Viss og Kristó fara upp þá bara henda allir sér niður. Og Sigmar komið með Omni-menn inn í kassan sinn. Liggur hann á jörðinni.
Þeir klára hann. Hvar er Möxi? Möxi hefur bara, veit það ekki. Hann er hann fyrir ofan. Hýttur hann bara ofan að þér. Hann segir bara, herri, ég fel mig bara meðan þú reynir þetta og mér sýnst að Kristó er búinn að finna hann. Já, hann er búinn að finna hann. Steffi tók Arnar hann á meðan og... Æ. Þetta er... Sko, ef þú reynir ekki að berjast þá er ekkert skrítið að þú tapir bata. Já, 2 á 1 manna. En mér sýnst að Þorri og félagar vera í ágættri stöðu þarna hinum megin, en Kristó þeir eru bara að keyra, sko. Þeir eru svangir vilja burgerinn Já. og þeir eru sick. Ef þú þekkir Omniman, þá veistu að hann sækir í þetta, sko. Já. Hann tekur yfir, sko, plánitur. Já. Og það er það sem að Viss og Kristó er að gera hér núna. Þetta er plánitan þeirra. Já, 5 lið eftir. Veltrix eru búin að koma til niður hérna. Byrjar að koma sér inn í þetta box. En það þýðir að Kristó og Viss fá bara hækkarandi frítt. Miðflokkurinn lítur ekki vel út fyrir það hann niðri. Jæ. Þeir þurfa að fara að keyra af stað. Kristó hoppa niður henni feldur. Vel gert, Þorri og Veltrix. Svo hvernig hann var að venda Veltrix. Kristó ætlar hann að taka Veltrix í bak en Þorri var tilbúinn og tók hann og miðflokkurinn er fallinn líka. Og það er Þorri sem tekur hann. Þorri er orðinn sjóðandi. Þorri og Veltrix er að gera það sem þau þurfa að gera. Þeir eru að taka út alla Steffi. Komið smá svona confidence í það einhvern veginn. Já. Hei, Steffi. Steffi líka. Þetta er bara út á storminum hérna. Þorri og Veltrix leiddu honum ekkert aftur inn. Þeir eru einir sem eru 2 eftir, held ég. Þeir eru 4 lið. Þeir gætu tekið en sigur. Já, það er 1 annað lið ennþá inni. Allir aðrir eru... Þeir taka svo rosalega skada núna frá Gumsa. Gumsi og King Dísa. King Dísa að færast til Lindsay og Gumsi sem voru mögulega að skjóta. En Viss er að elta King Dísu hérna niður. Hann vill þessa fellu. Herru, Gumsi og Lindsay er hérna komnir inn í loka hringin eftir byrjunarbardagan. Það er vel gert. Þeir standi gríðarlega verðalna en Þorri og þeir eru að halda þeim hinum en Viss vill bara þessa fellu. Þeir eru reyndar ekki búin að bæta við einni fellu síðan fyrsti bardagan en... Nei, nokkulega. Og Viss er ekki góður í stöðu. Byggir sig upp og er ennþá með skjöld. Heyrir í því sem færa sig. Hann verður að ná fellinu, sko. Nærðu, nei. Klikkar, við sjáum Viss ekki oft. Nú, opnar hann að gluggan og skýtur hann í löppina. Dísa nær honum. Vel spilað á Dísu en hún lítur ekkert vel út. 50 líf, Þorri og Veltrix núna á toppnum. 3 lið eftir. Og hvernig er Dísa að fara að spila? Hún er að tjögga upp aftur, hún hefur alveg 100, hún getur komið sér upp í ágætislíf. En þetta er á leiðinni hana upp, þetta verður ansi erfitt. Þeir eru bara að loka fyrir alla leiðir. Stuffi finnur Dísu og reynir að hlaupa upp. Þorri þarna uppi að bíða bara. Hann er ekki að hoppa lengra með jetpack. Nei, hann detti niður aftur. Nei, Gumsi. Nei! Og Gumsi fellur síðan líka. Og það þýðir að FH bræðurnir eru þeir sem að klára hér síðasta leikinn okkar í Fortnite Duo. Sem er mjög gott fyrir spánuna mína. Þeir hafa staðið sig rosa vel í kvöld, spurning hvort það er ná top 3, mögulega með þessa framistöðu. Þeir eru með, hvað voru þeir með? Ég sagði ekki. 7 fellur, fyrsta sæti. Það eru 14 stig pluss 25. Þetta gæti verið 39. ansi tæft, sko. Já, ég held að þeir séu ekkert að fara að komast að toppmönnunum, en topp 3 slagurinn er sætur. Þeir þurftu minnstakosti 15 stig til að ná 3. sætinu og með við þessa framistöðu þá er það eiginlega örugt, myndi ég segja. Með við 1. sæti og 14 stig í fellur. Já.
ekki nema Sigmar og félagar hafi verið með einhverja marga fellur og náð. Ég sá nú ekki hvenær þeir duttu út, Möxi og Sigmar, var það ekki jú, það var mjög snemma. Það var sko, það var samt inn í loka hringjónum, en það var frekar snemma í þeim. Já, ég held að þeir hafi lent í bara 7. eða eitthvað. Já, Þannig það voru ekkert allavega ekki topp 3 eða slag eða neitt, nálægt í, sko. Og það er risastórt ef að Þorri og félagar ná að komast í þriðja sæti sem að gefa þeim hérna pening, þá eru þeir, geta þeir sagt, alltaf nánast ná í præsið. Já. Sem er stórt, sko. Verður skemmtilegt að sjá og við erum að fá bæta við hérna, herriði, þetta var ekkert að vera í gangi, afsakið þetta, gott fólk, en við erum búin að vera svo lengi hérna, þetta er miklu lengra kvöld en venjulega. Er ekki bara stíð til, eða? Sjónvarpið er bara að segja að við erum að vera farið. Já, við erum ekki vanalega, núna klukkan að verða 9, við erum vanalega búnir hérna, en þú veist, Ég elska að klukka þarna er ennþá 16 mínútur yfir 4, sko. Já, það hefur verið að spá hvort við höfum að negli 1 mínútu auglýsingu og klára svo stíðin. Hvað vilt þú? Þú veist, erum við ekki bara að tala í smá, eða? Jú, ég held það. Þú veist, algjör óþarf að hendi einhverja auglýsingar á meðan. Já, ok, við þurfum að taka smá ákvarðanir í auglýsingum, það er málið. Ok, tökum mínútu. Já, allavega mínútu. Ég get aðstofa ykkur. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Saman gerum við lífið skemmtilegra. Luka, 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 Luka. Na, 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 na. Luka, 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 Luka. Na, 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 na. Luka, 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 Luka.
Já, það er búið að vera ansi mikið að gerast innan bakvið. Sko, við vorum að tala bara hvernig við ætlum að gefa út þessi stig. Það var einhver smá vandræði á því, en ég held við sem komin á einhverja góða niðurstöðu þar sem að var að tala í Discordinu. Já. En ég held að við vorum að fá í eyra að skoða daginn í dag hérna. Já, skoðum hann. Svona lítur daginn út í dag. Kristó vissu þetta efstir og síðan Veltríkur Þorri, Sunny og Lord í þriðja, Kristó Dr. Hákon í fjórða og svo fer þetta hennar niður Gumsi, Mögsi þeir ekki kannski með besta daginn, þeir voru miklu betri í fyrir daginn, Steffi hérna í sjöunda og félagar og Klotik í áttunda, Monkey og Elite í níunda og Steini og Steppi í tíunda. Síðan Veltríkur Þorri að hoppa upp alveg slatta að stigum. En það voru í fjórða seti fyrir hann að leik, þannig að þetta var alveg hellinga stigum sem þeir voru að safna sig inn. Þetta var risastór sigur í lokinu þeim, en þetta nú bara seinni dagurinn og ef við leggjum þetta svona saman með hvernig stigin eru, þá ættum við að fá niðurstöðuna hver að fara að taka þessi fyrstu 3 sæti. Já. Og spurning hvort að sú stigatafla sé tilbúin, því að ég held að sé ekkert eftir miklu að bíða. Nei, hún greinilega ekki alveg tilbúin, þannig að við fáum að bíða aðeins í viðbót, gera smá spennu hérna, hver lendir í öðru og þriðja, því að fyrsta sæti orðið örugt. Já, það orðið örugt og nú eflust einhverju foreldrar að herðu bara, þetta ekki að vera búið hérna? Þú veist, að krakkandi voru að tala að þau mættu horfa á hérna elskodeildina og svo fara að sofa, sko. Þannig að við tegjum þetta aðeins fyrir þá aðalega, sko. Já, aðalega fyrir þá. Já, og það verðist nú vera klikku stemmingin á Arína, það er greinilega einhver leikur eða eitthvað í gangi þegar það er fullt af fólki að horfa á stórskjá, en spurning hvort að þeir séu bara með elskodeildina í gangi. Það er reynda vissulega fullt af fótboltaleikjum í gangi í Premier. Vá, hvað væri samt fyndið ef við myndum labba fram að því að það er 3 mínútna delay og við myndum sjá okkur. Já. Það væri risastórt, sko. Það væri risastórt, en ef ég þekki þetta rétt, þá er Arsenal leikurinn á stóra skjánum. Já. Það sem að þetta er nú heimavöllur Arsenal. Já, það er svoleiðis. Klúbsins. Nú, ok, ég vissi það ekki. Eigandinn er Arsenal maður. Já, það er svoleiðis. Þeir eru víst, eru í fyrsta eða? Eru ennþá í fyrsta, já. Ég heyrði það. Stýttist þeir vera að vinna leikinn líka. Nú, ok. Þannig að það er stuð og síðan er City að jafna. Já. Þannig að það er, og United líka, þannig að þetta lítur vel út fyrir Arsenal í kvöld. Já, ok, geggjað. Ég er reyndar ekkert inn í þessu, en mér finnst alltaf gaman þegar einhver barata svona í seinni leiktíðinni, leikjunum, eða seinstu leikjunum. Já, akkurat. Já, bara minni alla sem eru að horfa, skrá sig endilega á gameresports.is. Það er mót á morgun sem er 1 leikur, solos, allt undir, allt þátttökugjald fer í verðlaunafé og þetta er svolítið svona öðruvísi og Gamer er að fara að halda hérna alla 50 klukkan 6 einhvers konar svona mót þar sem að allt þátttökugjaldið fer í verðlaunafé, þannig að það er ekki hægt að kvarta að sé allan ekki hátt verðlaunafé. Nei. Það gæti ekki verið hærra, basically. Nei. Ekki nema við værum konni með bara einhvern að borgu sinni með einn vasa, sko. Erst þú til að leggja kannski 50 skall eitthvað inn í þetta mót? Ekki beint, sko. Eins og við vorum að tala um áðan, ég er búin að eyða alltaf miklu í tölun ekki, sko. Já. Ég er ekki döst í maður, sko. Ég á ekkert endalega saman pening hérna í einhverju vasa, sko. Nei, ég skilji. Já, það er online, það er ekki hérna LAN-mót eins og var hérna sem Gamer hélt síðasta laugardag. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig það fer, hvernig skráningin verður á þessi mót, en deildin er núna að klárast, þetta er seinasti dagurinn í Elko-deildinni eins og svo er spurning hvernig framhaldið verður, hvort að við séum að fara í hvaða format, verður þetta solo, duo, trio, jafnvel squads, það getur verið kannski skemmtilegt 4 manna. Er það ekki fyrir ekki mikið chaos? Er það ekki ástæðan af hverju það er reynt að halda það ekki? Það er chaos, já. Og líka kannski, ef við erum með 30 manns, hvað eru við með mörg skot? Já, það er, en ef þetta væri þannig að þú þyrftir að, þú veist, eins og núna væri Viss og Kristó að spila með foreldrum sínum, 4 mann skot. Já. Það eru 2 og 2. Já. Það er hugmynd. Já, fjölskyldumótið.
Við erum bara að reyna að gera... Ertu þá að sitja á split screen eða þú veist hvað? Ég veit ekki, býður Fortnite eins og upp á split? Já, Fortnite býður upp á split screen, sko. Já, ok. Það eitthvað sem ég fattaði bara mjög seint og þá var víst það búið að vera eitthvað lengi. Ég bara, what? Er það með split screen í PlayStation? Já, byrðu ekki í PC þá eða? Nei, held ekki. Hvernig virkar það? Getur ekki split screen að í PC? Nei, þú veist, kannski það. Við þurfum að spyrja AI. Nei, Svarið því. hætt að spyrja AI, spurðu bara Kristó eða viss, þau spila hennar leik alveg nógu mikið, það er rétt að vita þetta. Já, ok, kannski spyr þá. Já, spurning hvort að stíðataflan sé að hitna því að eflaust einhverjir sem bara sitja í sófanum en þá eru að bíða. Þeir geta ekki farið að sofa. Já, þetta hlýtur að vera að fara dett inn, stíðataflan, leita út hann á bakvið, þannig að Við vitum allan að strætóbílstjórinn, hann situr ennþá í bílnum þótt hann viti að það ekki fleiri leikir. Hann það metnaðarfullur hjá okkur. Hann kom þarna inn fyrir veikindin og kom bara á frídegi og tók gjörsamlega við eins og sást bara strax leikur 3 fór beint í gang. Hann var bara á flautin að bíða. Bara herri, áfram. Þetta bílstjórnin sem við viljum hafa hérna í Fortnite. Já, mikilvægt. Af hverju Líka mikilvægt að þakka alltaf fyrir. Já, er það ennþá hægt eða ég hef ekki séð það lengi? Ég spila bara OG Fortnite. Sko, ef þú þakkar ekki bílstjórnum fyrir, þá bara, þú ert ekki að fara að vinna þá. Nei. Það ætti að vera skylda. Mér finnst þess að ættir ekki að hoppa út fyrir að búin að þakka. Já, akkurat. Bara þú verður að þakka. Hoppa út þakki kemur ekkert upp fyrir að þú búin að íta á thank you. Bara ekki séns að hoppa fyrir að þakkar. Það var ekki geðveikt. Já, það ætti náttúrulega að vera bara. Já. Og jafnvel svona einn gæti lendi að vera bílstjórinn. Ef þú kjúar í lobby. Bara, ég er bílstjórinn. Já, við verum enda aftast, boys. Já. Hoppa út hérna alveg aftast. Já, það væri gaman ef maður gæti hreift sig inn í strætónum. Já, gert í móts og svona. Já, bara svona, þú veist, strætónum væri bara hreyfingu og þú getur hlaupið hann en ekki bara ít á bíl og þá allt inn í spónaru. Það væru allir inn í strætónum. Já, en er það ekki bara, þú ert ekki að fara að sjá neitt. Já, stærðin að strætó, ekki nema, þeir þurfti allavega að stækka strætó, þetta er allavega að hafa eitthvað svona, sko. Strætó þurfti að vera stærri, en ætlaði að væri ekki þannig að fólk myndi þá bara sitja. Kallandi sitja allir hann, það getur verið gaman. Já, en hvernig verður þá animationið þegar þú hoppar út? Þá bara stendur gæðin upp og bara Síðan hoppa allir út á sama tíma, það er bara eitthvað allir þetta hoppa út. Já. Einn stór klessa sem að fer út. Þetta er hugmynd. Ég er að segja, af hverju erum við ekki að vinna fyrir Epic? Við værum búin að gera hennar leik geðveikan, sko. Já, þetta löngu koðin tími að það, sko. Já. Ég er meira þess að mennta þér í þessu, þannig að... Já, þurfum við ekki bara að fara að byggja einhvern leik saman? Já, ég veit það ekki, sko. Þú talar alltaf mikið um AI, ég nenni því ekki, sko. Það er bara tól til að hjálpa. En hugmyndan koma hérna, frá hausnum. Tól til að hjálpa, tól til að gera fyrir því. Tveir mismunandi hlutir. Ekkert allir sjá línuna, sko. Nei, það er rétt. Það fyrir til hvernig notar þetta. Já. Það er með allt. Framleiðslustjóri, hvernig er staðan? Augnablik. Ok. Blikk. Það er ekki annað komið að skjáðin, sko. Nei. Ég væri til að vera með chatið uppi. Sjá hvort að fólk sé að missa sig. Nei, getur ekki opnað bara Twitch eða símanum eða eitthvað? Jú, en þá lótast það ekki fyrir núna. Og við erum 3 mínútum undan. Já. Og þetta er örugglega bara búið eftir smá. Já. Já, þú veist, 3 mínútum. Þá ertu að sjá okkur fyrir 3 mínútum, sko. Já. Þá sérðu hvað er í gangi þegar við erum að tala með það. Já, ok. Þú veist, fyrir 3 mínútum. Ok, ég opna. Það er bara fullt af emotes, síns mér. Benedikt er að bíða, sko, voða óþólum á þér. Aha. Sýnst það? 25 mann sem bíða hérna í Twitch-chatinu og eflaust, ég myndi gíska svona 100-200 fyrir svona sjónvarpið. Já. Ég vissi bara ekki að það væri svona margir með sjónvarsíma, sko. Ég held að vera allir orðinir svo þreyttir á
á því að vera að nota sjónvarpi. Ég held að allir væri komnir yfir Twitchi, sko. Já, Það er greinlega ekki svoleiðis. margir í áskrifstinu ennþá bara út af Elko-deildin er þar á miðvikudögum. Við höfum fengið kvörtun þegar að sjónvarpssímans var niðri að það var ekki verið að sýna Elko. Þannig að Já, ég held að það sé nú klassískt að foreldrarnir kveikja á þessu á sjónvarpssíma, sko, og já, horfum við svona frammi á meðan já, krakkin er að keppa. já, er það ekki? Ég myndi gera það. Já, Nei, ég væri líklegast inn í herbygginu live að coacha. já. Come on! Síðan erum við með eitt pappa hérna í stúdíónu að sjá þetta, hann er að, þannig að það sé hægt að keppa. Nei, án jokes. Herðu, Það er svona hægt og rólega að gerast, en spurning hvað er að klikka. Við heyrðum eitthvað öskur hérna úr útsendingastjóra. Við höfum eiginlega að tjekka eins á honum. En útsendingastjóri, hvað, hver er í fyrsta? Við þurfum bara fyrsta, annað og þriðja. Restin kemur á Discord. við vitum náttúrulega hver eru í fyrsta. Já, iCrystal og Viss eru í fyrsta. já. Búin að vinna sér inn, En annað sigurinn. var það ekki 60, 30 mann? Þú voru að segja mér það, sko. Jú, mér minnir að það hafi verið 60. Já. En þeir eru búin að tryggja sér fyrsta sætið Viss og iCrystal með 4 wins og 63 fellur með 100 stig og í öðru sæti er Já, við ætlum að byrja á þriðja. Segðu mér hver er í þriðja sæti. TikTok Muxis og Sigmar í þriðja. Nei. Þeir spátumurinn minn ekki réttur. Með 70 stig. 70 stig. Og í öðru sæti er Þorri og Veltrix. Þorri og Veltrix. FA bræðurnir. Þar hafið það öll stigataflan mun komin á Discord fyrir þá sem eru að keppa og já, við kveðjum þá bara held ég að bili. Já, og bara til hamingju top 3. Já, þökkum hérna Luka og Elko fyrir samstarfið og hjálpa okkur með þessa deild. Það verður einhverjar upplýsingar framhaldið inn á Discord, þannig ég mæli með hérna öllum að skrá sig þar og svo þetta mótið sem er á morgun, mæli með að flesti skrá sig á það inn á gameresports.is sem heitir allt undir. Já, þetta er líklegast mögulega síðasta streymið hjá þér. Já, allavega í Fortnite bransanum. Það er hægt að sjá mig næsta sunnudag og næsta mánudag og marga sunnudag og mánudag eftir það, en ég er allavega að þakka fyrir mig bara hér í Fortnite í bili og við verðum bara, já, ég fylgjast kannski betur með Elko-deildinni á næstunni, ég hef verið að gera fyrst maður er komin inn í samfélagið aftur. Jú, það er bara búið að vera gaman að hafa þetta eftir að Aron fór. Skemmtileg staðarind, Aron verður einmitt að lýsa á morgun í þessu móti. Það er skemmtilegt að fá hann aftur. Já. Ég vinni með honum í öðru verkefnum, sko. Nú, ok. Þannig að fyrir ykkur sem eru búin að sakna hans, þá bara að gera, koma inn á Gamer og skoða þetta. Það er Discordi hjá Game og allt hægt að skoða þar. Já, þetta verður ekkert lengri bili, þetta er orðið frekar langt. Takk allir sem eru ennþá á skjánum og við sjáumst bara þegar við sjáumst. Saman gerum við lífið skemmtilegra. Luka, 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 na 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 na. Luka, 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 na 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 na. Luka, 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 Luka.
Bye.